Góðir fundarmenn, bæði nær og fjær. Ég vil bjóða ykkur velkomin til þessa ársfundar Úrvinnslusjóðs. Kannski taka það fram hér í upphafi að fundinum streymt, þannig að ég vil ítreka bjóða þeim sem að fylgjast með okkur hér utan hús velkomin til þessa fundar. Verða tilkynna það í upphafi að því miður getur umhverfis, orku og loftslagsráðherra ekki verið með okkur í dag. Það eru annir í þinginu og ég geri ráð fyrir því að hann er að sé þar meðal annars að sýsla með málefni Úrvinnslusjóðs og það er ekki síður mikilvægt fyrir okkur hér. En leið og ég set þennan fund þá vil ég biðja Stefán Guðmundsson, ráðuneytisstjóra, að koma hér upp og taka við stjórn fundarins. Gjörðu svo vel, Stefán. Kæra þakki Magnús. Já, ráðherra bara fyrir góðri kveðju. Kannski mjög ekki með okkur í dag, en það er svo gjarnan að vilja við það. Við erum að fylgja bara þessari hefnu dagskrá sem er búið að kynna. Við erum að gera smá breytingar aftur á móti. Það er kaffilið sem átt að vera eftir ávarp formannsstjórnar sjóðsins. Það seinkar örlítið, þannig að við skiptum ársreikningum yfirlituð starfsemi og framleiðenda ábyrgð í tvennt. Og tökum hana eitthvað á milli. Þessum fundi já streymt. Það er síðan umræður í lokin starfsemi og verkefni Úrvinnslusjóðs. Séu einhverja fyrirspurnir aftur á móti sem koma við á fundinum og það fyrir þá sem í streymi að þá geta mér sent bara fyrirspurn beint á póstvangi hjá Úrvinnslusjóði. En þá held ég bara vilja bjóða kannski bara formann stjórnar Úrvinnslusjóðs velkomin í pontu. Gjörðu svo vel, Magnús. Já, ágætu fundarmenn, bæði nær og fjær. Það er mér sönn ánægja að vera með ykkur hér í dag á ársfundi Úrvinnslusjóðs. Úrvinnslusjóður fagnar þessar mundir 20 ára afmæli. Stofnunin tók til starfa 1. janúar 2003. Framundan eru talsverðar breytingar í starfsemi Úrvinnslusjóðs með nýjum áherslum sem okkur uppálagt að framfylgja. Ég tel að Úrvinnslusjóður hafi staðið sig vel í því verkefni sem sjóðurinn hefur haft og að framleiðenda ábyrgð hafi leitt ýmislegt jákvætt af sér í meðhöndlun úrgangs þó enn megi margt betur gera í úrgangsmálum hér á landi. Ég mun í mínu máli hér víkja nýjum áherslum í starfsemi Úrvinnslusjóðs og starfi stjórnar við undirbúning af þeim breytingum sem framundan eru, en framkvæmdastjóri Úrvinnslusjóðs mun fara yfir starfsemi og afkomu sjóðsins hér á eftir. Næstu áramót koma til framkvæmda lög sem samþykkt voru á Alþingi í júní á síðastliðnu ári og hafa það meginmarkmið að styðja við hringrásarhagkerfið í meðhöndlun og meðferð úrgangs. Með lögunum verða jafnframt verulega breytingar á framleiðendri framleiðenda ábyrgð. Í fyrsta lagi mun framleiðenda ábyrgð ná til fleiri úrgangsflokka en áður og í öðru lagi skal Úrvinnslusjóður í störfum sínum miða að því að styrkja hringrásarhagkerfið fyrir þann úrgang sem framleiðslu ábyrgð tekur til. Nýjir vöruflokkar sem munu falla undir framleiðenda ábyrgð eru málm, gler og viðarumbúðir. Auk þess sem gerðar eru auknar kröfur endurvinnslu ökutækja. Orkuskiptin koma einnig til með nýjar áherslur sem munu skapa ný verkefni á þessu sviði. Eins og til dæmis meðhöndlun drifraflana sem bera munu framleiðenda ábyrgð. Endurvinnsla og endurnýting úrgangs lykilatriði í hringrásarhagkerfinu en urðun úrgangs víkjandi aðferð. Stjórn Úrvinnslusjóðs hefur á þessu ári tekið ákvarðanir að hætta greiðslu fyrir urðun úrgangs sem vandalaust á að vera endurvinna. Hér get ég nefnt sem dæmi hjólbarða og heyrúlluplast. Ein af forsendum hagkvæmrar endurvinnslu úrgangs flokkun úrgangs þar sem hann verður til. Því taka gildi nú áramótin ákvæði flokkun úrgangs á heimilum og ákvæði sérstök ílát eða tunnur fyrir pappa og plast við heimili, en söfnun á þessum ílátum mun falla undir framleiðenda ábyrgð.
Úrvinnslusjóður mun því greiða fyrir söfnun úr þessum ílátum. Liggur fyrir gjaldskrá fyrir söfnun á úrgangi sem ber framleiðandi ábyrgð frá heimilum, söfnun í grenndargáma og söfnunarstöðvum. Gjaldskráin er byggð á áætlunum kostnað og verður fylgst vel með framkvæmdinni í upphafi og gjaldskráin stillt af ef raunkostnaður reynist annar en gert var ráð fyrir. Áætlaður kostnaður er mjög mismunandi eftir því hvort að ræða söfnun úrgangs í þéttbýli eða dreifbýli. Úrvinnslusjóður verður því tilbúinn að greiða sveitarfélögunum kostnað við sérstaka söfnun úrgangs sem ber framleiðandi ábyrgð frá og með næstu áramótum. Það hefur eðlilega farið mikil tími hjá starfsfólki Úrvinnslusjóðs og stjórn á þessu ári í að undirbúa þessar umfangsmiklu breytingar sem margar hverjar hefur þurft að hanna alfarið frá grunni og á sama tíma að styrkja starfsemi sjóðsins. Stuðningur við Úrvinnslusjóðs við hringrásarhagkerfið kallar á ýmsar breytingar eins og betri upplýsingagjöf endurvinnslu og endurnýtingu á úrgangi. Til að geta metið árangur í hringrásarhagkerfinu þarf Úrvinnslusjóður að hafa áreiðanlegar upplýsingar afdrif úrgangs, endurvinnslu og endurnýtingu. Aukin krafa á þjónustu og ráðstöfunaraðila að gefa Úrvinnslusjóði nákvæmar upplýsingar magn og endanleg afdrif úrgangs er nauðsynleg og liggja nú fyrir stjórn tillögur að nýjum skilmálum fyrir þessa aðila. Rekjanleiki úrgangs og gagnsæi í starfsemi Úrvinnslusjóðs verða grundvallaratriði í hringrásarhagkerfinu. Árangur í endurvinnslu mun að mörgu leyti ráðast af því hvernig heimili og fyrirtæki standa sig í flokkun úrgangs. En auk þess munu framleiðendur þurfa að huga að því að vara þeirra og umbúðir henti sem best til endurvinnslu. Ef vara eða umbúðir er óendurvinnanleg, þá mun flokkun vörunar litlu skipta fyrir megin tilgang hringrásarhagkerfisins. Það verður því jafnframt verkefni Úrvinnslusjóðs að beita sínum verkfærum til að hvetja framleiðendur til að huga enn betur að endurvinnanleika vörunar. Þar munu meðal annars þrepaskipt gjöld í framtíðinni verða gulrót og kúskur gagnvart framleiðendum vöru sem fellur undir framleiðendaábyrgð. Mikilvægt er að almenningur og fyrirtæki geti fylgst með árangri Úrvinnslusjóðs í hringrásarhagkerfinu og sömuleiðis upplýsingum magn úrgangs í einstökum úrgangsflokkum. Endurvinnsla úrgangs er enn sem komið lítil hér á landi og langstærstur hluti þess úrgangs sem hér verður til er sendur úr landi til endurvinnslu og eða endurnýtingar. Það gefur augaleið að aukin endurvinnsla hér á vöruflokkum Úrvinnslusjóðs mun auðvelda Úrvinnslusjóði yfirsýn í því verkefni sem framundan og jafnframt mögulega skapa hér ný störf. Til að bæta aðgengi að upplýsingum starfsemi Úrvinnslusjóðs er undirbúningur að því að taka upp stafræna vinnslu á öllum stigum í Úrvinnslusjóði vel á veg kominn. Á þessu ári hafa farið fram umfangsmikil utanaðkomandi rýni á starfsemi Úrvinnslusjóðs. Annars vegar stjórnsýsluúttekt Ríkisendurskoðunar og hins vegar vinna starfshóp sem umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra skipaði til að skoða stöðu og fyrirkomulag framleiðenda ábyrgðar hér á landi í samanburði við hliðstætt fyrirkomulag í nágrannalöndunum. Skýrsla Ríkisendurskoðunar sem kom út í ágúst kom fram með ýmsar ábendingar sem eru meðal annars að aukinni gagnsæi í starfsemi sjóðsins og ættan rekjanleika. Hvort tveggja atriði sem unnið hefur verið að og ég hef vikið að hér. Önnur atriði sem koma fram í skýrslu Ríkisendurskoðunar liggur fyrir tímasett áætlun framfylgd. Þær hafa gagnlegt fyrir sjóðinn, líkt og aðrar opinberar stofnanir, að fá vandaða rýni og ábendingar og er skýrslan þannig mikilvægur hlekkur í að gera starfsemi sjóðsins enn betri en áður. Skýrsla starfshóps ráðherra kom út í síðasta mánuði og hefur stjórn Úrvinnslusjóðs því ekki haft tök á því að ræða efni skýrslunnar. Ég vil þó nota þetta tækifæri og þakka ráðherra frumkvæðið að því að skipa starfshópinn. Eins og ég nefndi hér í upphafi hefur Úrvinnslusjóður starfað í 20 ár og hefur starfað með allt öðru fyrirkomulagi en þekkist í nágrannalöndum okkar. Þær breytingar sem nú að verða á meginmarkmiðum í starfsemi sjóðsins eru þess eðlis í mínum huga að ekki sjálfgefið að það fyrirkomulag sem hér hefur verið og gengið að mörgu leyti vel henti alls kostar til framtíðar. Í skýrslu starfshópsins er meðal annars vikið að því
Núverandi fyrirkomulag sem byggir á því að úrvinnslugjöld eru innheimt af skattinum þýðir að allar grundvallar ákvarðanir í rekstri úrvinnslusjóðs þurfa að fara fyrir Alþingi. Það fyrirkomulag er eðli málsins samkvæmt svifaseint og kann að verða erfitt í framkvæmd þegar sjóðurinn þarf að fara að beita þrepaskiptum gjöldum svo eitthvað sé nefnt. Einnig kom fram í skýrslunni að staða sjóðsins sem stjórnvalds getur haft í för með sér að hraði ákvarðana ráðist af þeim vörðum sem stjórnsýslulög setja þeim. Ég tel því mikilvægt að þær hugmyndir sem fram eru settar í skýrslu starfshópsins verði skoðaðar sem fyrst og framtíða fyrirkomulag framleiðenda ábyrgðar hér á landi verði ákveðin í samráði við framleiðendur. Ágætu fundarmenn. Ég hef nú í stuttu máli farið yfir þær breytingar sem að koma til framkvæmda í starfsemi Úrvinnslusjóðs og hvernig stjórn og starfslið hefur unnið að því að ná sem bestum árangri í innleiðingu hringrásarhagkerfisins. Ég vil þakka meðstjórnarmönnum mínum fyrir samstarfið á árinu og þá miklu og flóknu vinnu við undirbúning þeirra breytinga sem nú að verða í starfsemi Úrvinnslusjóðs. Sú vinna hefur vissulega tekið á stundum. Fyrir hönd stjórnar vil ég þakka starfsfólki og framkvæmdastjóra sjóðsins fyrir þeirra miklu vinnu á árinu og ómetanlega stuðning við stjórnina, en eins og við vitum er skrifstofa sjóðsins ekki stór og því hefur svo fámenna skrifstofa sannarlega lyft grettistæki við undirbúning af breytingum næstu áramót. Breytingum sem við erum á meðal fyrstu þjóða í Evrópu að innleiða. Ég vil einnig þakka Gunnari Bragasyni sem býr yfir einstakri reynslu og þekkingu á þessu sviði fyrir gagnlega vinnu fyrir stjórn við áætlun á kostnaði við sérstaka söfnun. Takk ykkur kærlega fyrir. Takk hérlega fyrir Magnús. Maður heyrir á ávarpi þínu að það eru miklar breytingar framundan með aukinni framleiðendaábyrgð og líka með auknu hlutverki sveitarfélaga í þessu kerfi. En nú ætla ég að taka liðið sem átti að vera áðan sem verður ávarp ráðherra. Nú skipti ég hátt og nú hefst ávarp umhverfis orku og auðlindaráðherra. Stjórn og starfsfólk Úrvinnslusjóðs, ágætu gestir, kolefnishlutlaust Ísland árið 2040 er framtíðarsýn ríkisstjórnar Íslands í umhverfis orku og loftslagsráðuneytinu. Eru 5 áherslumálefni sem öll tengjast með einum með öðrum hætti þessari metnaðarfullu framtíðarsýn. Áherslumálin eru loftslagsmál, orkumál, vernd náttúru og menningarminja, innleiðing hringrásarhagkerfis og öryggi gagnvart náttúruvá. Til að geta unnið markvisst að svo umfangsmiklu viðfangsefni sem kolefnishlutleysi er og náð árangri er nauðsynlegt að stjórnsýsla umhverfismála sé nægilega vel búin undir þær áskoranir sem því fylgja. Nú áramótin tekur gildi nýtt skipurit ráðuneytisins og tekur uppbyggingu þess mið af áðurnefndum áherslumálefnum. Síðastliðið sumar hófst ennfremur vinna við að greina stofnanaskipulag ráðuneytisins. Meginmarkmið vinnunnar er að greina umbótatækifæri og áskoranir sem felast í núverandi stofnanaskipulagi. Stofnanir ráðuneytisins nú 13 talsins. Verkefni þessara 13 stofnana eru afar mikilvæg og er í sannfærður að tækifæri til að efla, styrkja og samræma betur starf þeirra svo þær geti sinnt kjarnahlutverki sínu samhliða því að takast á við þær mörgu áskoranir sem fylgja metnaðarfullri framtíðarsýn. Góðir gestir, á árinu fór fram talsverð rýni á starfsemi Úrvinnslusjóðs. Í ágúst skilaði Ríkisendurskoðun niðurstöðum úr stjórnsýsluúttekt á sjóðnum sem staðið hafi yfir frá fyrra ári. Og til viðbótar þeirri úttekt taldi ég mikilvægt að rýna með almennum hætti fyrirkomulag á framleiðenda ábyrgð hér á landi. Núverandi fyrirkomulag hefur lengi verið við lýði, fyrst með tilkomu spilliefnanefndar árið 1997 og svo með stofnun Úrvinnslusjóðs árið 2003. Saga núverandi fyrirkomulags spannar því orðið aldarfjórðung á tímum þar sem umbylting hefur orðið í viðhorfum og umræðum umhverfismál og mikilvægi þeirra. Í ljósi þess og í ljósi víðtæks hlutverks framleiðendarábyrgðar við innleiðingu hringrásarhagkerfis og kolefnishlutleysis skipaði ég starfshóp í ágúst síðastliðnum til að rýna núverandi fyrirkomulag, meta árangur þess, leggja mat á kosti þess og galla, gera samanburð við aðrar þjóðir
og meta hvort fyrirkomulag hér styðji nægilega við innleiðingu hringrásarhagkerfis á Íslandi. Starfshópurinn skilaði svo niðurstöðu sínu núna í nóvember. Við fyrrnefnda úttekt Ríkisendurskoðunar á Úrvinnslusjóði kom í ljós tækifæri til að styrkja starfsemi sjóðsins með tillit til mannauðsstjórnunar, þekkingar, skjala- og gagnastýringar, gæðastarfs og innra eftirlits. Jafnframt kom í ljós tækifæri til að auka gegnsæi í starfsemi sjóðsins, miðlun upplýsinga og skilvirkni í störfum stjórnar. Það var bent á mikilvægi þess að uppfæra viðauka við lög úrvinnslugjald, koma á reglubundin endurskoðun tollskrárnúmera með tillit til úrvinnslugjalds, frekari eftirlits með innheimtu gjaldsins og eftirlit með endanlegri ráðstöfun úrgangs sem sjóðurinn greiði fyrir. Ríkisendurskoðun telur ennfremur að Úrvinnslusjóður eigi að beita sér fyrir aukinni endurvinnslu úrgangs innanlands. Ráðuneytið fagnar þeim tillögum til úrbóta sem Ríkisendurskoðun lagði fram og það ánægjulegt að stjórn sjóðsins hefur samþykkt tímasetta verkáætlun til að mæta þessum ábendingum. Vinna við marga verkþætti er hafin og samkvæmt áætluninni verður öllum úrbótum lokið að ári. Að mati fyrrgreinds starfshóps hefur Úrvinnslusjóður náð ágætum árangri við umsýslu úrvinnslugjalds, ráðstöfun þess og hefur tekist að koma upp skilvirku fyrirkomulagi á úrvinnslu úrgangs sem í framlengdri framleiðenda ábyrgð. Með mismunandi endurgjaldi fyrir ráðstöfunarleiðir úrgangs lögbundinni forgangsröðun fylgt með tillit til umhverfisáhrifa. Starfshópurinn telur því að kerfið sem sjóðurinn byggir á sé ágætlega til þess fallið að ná árangri við endurvinnslu úrgangs og tryggja fullnægjandi meðhöndlun spilliefna. Ótvíræðir kostir kerfisins séu tengdir einfaldri og skilvirkri innheimtu gjaldsins sem leiðir til þess að undanskot frá greiðslu þess séu líkjandi mun fátíðari hér en í nágrannalöndunum. Starfshópurinn telur jafnframt fyrirkomulag útgreiðslu endurgjalds úr sjóðnum fremur einfalt og sveigjanlegt. Fyrirkomulaginu hér á landi fylgir því kostir þótt útfærslan sé fremur sérstæð í samanburði við önnur ríki með svo ríkri aðkomu hins opinbera. Líkt og Ríkisendurskoðun þá telur starfshópurinn skort á gegnsæi í starfsemi sjóðsins og miðlun hans á upplýsingum til almennings og annarra. Starfshópurinn telur það jafnframt galla á núverandi fyrirkomulagi að aðkoma ríkisins geti dregið úr sveigjanleika við ákvörðunartöku og breytingar á úrvinnslugjaldi. Starfshópurinn bendir á þótt innheimta úrvinnslugjalds sé einföld og skilvirk og hafi því kosti hvað það varðar, þá leið hafi komið ljós gallar eftir því sem fleiri vöruflokka bætist við kerfið og álagning verður flóknari þar sem að tollskrá býður upp á takmarka rými og sveigjanleika. Að mati starfshópsins bendir ennfremur fátt til þess að Úrvinnslusjóði hafi tekist að stuðla að innleiðingu hringrásarhagkerfis með því að auka endurnotkun á vörum og draga úr magni úrgangs eða stuðla að nýsköpun. Reynsla annar ríkja framleiðenda ábyrgð mun þó að mestu vera svo sama hvað þetta atriði varðar. Til að stuðla að úrbótum leggur starfshópurinn fram 14 tillögur sem snúa að gegnsærri starfsemi sjóðsins, ríkari þátttöku Úrvinnslusjóðs í uppbyggingu hringrásarhagkerfisins, nýjum leiðum við innheimtu úrvinnslugjalds og hugmyndum kerfislega breytingar. Öllum að vera ljóst að fyrirkomulagi framleiðendar ábyrgðar verður ekki umturnað á einni nóttu og allar grundvallarbreytingar þarf að ígrunda vel. Hins vegar mikilvægt að nýta öll tækifæri til úrbóta ásamt því að horfa til framtíðar og greina hvernig fyrirkomulag getur til lengri tíma litið þjónað best markmiðum hringrásarhagkerfi og kolefnishlutleysi. Ég hef óskað eftir því við starfshópinn að hann fylgi málinu eftir og eigi samtal tillögur sínar við helstu leikendur í þessum málum hér á landi. Góðir gestir, ég vil minnast á þá miklu og góðu vinnu sem Úrvinnslusjóður hefur sinnt á árinu við undirbúning að fullri gildistöku nýrra laga hringrásarhagkerfi. Fyrir ári síðan vorum við hér á ársfundi sjóðsins og ég fór yfir helstu atriði þessa laga og minntist leið á að skýra leiðarljós sem lögin fela í sig fyrir Úrvinnslusjóð og hlutverk hans við innleiðingu hringrásarhagkerfis á Íslandi. Markmið laga úrvinnslugjald eru skýr að skapa skilyrði fyrir myndun hringrásarhagkerfis með vörur og þjónustu
og að skapa hagræna skilyrði fyrir endurnotkun vara og endurnýtingu úrgangs með hliðsjón af umhverfislegum ávinningi. Nýju lögin leiða meðal annars til umfangsmeiri fjármögnunar framleiðenda og innflytjenda á söfnun og meðhöndlun úrgangs, hreinsun og plastúrvinnslu á víðavangi og fræðslu. Nú áramótin verða því grundvallar breytingar á verkefnum Úrvinnslusjóðs og hlutverk hann vex. Úrvinnslusjóður og ráðuneytið hafa í sameiningu unnið ötullega að innleiðingunni og starfsfólk sjóðsins sýnt mikið og gott frumkvæði. Lagafrumvarp sem ætlað að tryggja Úrvinnslusjóði fullnægjandi tekjur til að standa undir nýju skuldbindingum nú í þinglegri meðferð og standa vonir til að þau verði samþykkt nú fyrir jólaleyfi. Nokkrar hrókeringar urðu í stjórn Úrvinnslusjóðs á árinu og nú hafa tekið sæti aðalmenn í stjórn. Það Guðný Hjaltadóttir og Líf Magnúðardóttir. Þeim vil ég óska velfarnaðar. Leið þakka ég fráfarandi stjórnarmönnum fyrir vel unnin störf. Stjórn og starfsfólk Úrvinnslusjóðs, til hamingju með daginn og gangi ykkur vel í ykkar mikilvægu störfum. Líkt og síðastliðin 20 ár mun Úrvinnslusjóður áfram leika eitt af lykil hlutverkum við framkvæmd framleiðendarábyrgðar á Íslandi og innleiðingu hringrásar hagkerfis. Hlutverk framleiðendaábyrgðar í samfélaginu fer vaxandi og verður sýnilegri. Mikilvægt að sú rýni og starfsemi sjóðsins sem fram hefur farið á þessu ári leiði til framfara í starfi sjóðsins og verði til þess að efla hann. Góða stundir. Þá kannski næsta dagskrárliður að ræða ársreikninga og yfirlit til starfsmanna og býð ég Óla Kjartansson, framkvæmdastjóra sjóðsins. Velkomin, gjörðu svo vel. Fundarstjóri, góðir ársfundagestir, nær og fjær, segir maður það ekki. Það mér ánægja að sjá ykkur hér og geta deilt með ykkur þeirri vinnu sem við höfum verið mjög upptekin við nú undanfarið ár varðandi innleiðingu á þessari nýju löggjöf sem markaði ákveðin tímamót og skilgreindi ákveðin skýr skref í átt að hringrásarhagkerfi. Það eins og fram hefur komið hérna í ávörpum formanns og ráðherra að það eru ýmsar flækjur sem hefur þurft að yfirstíga og það nú svo að þó að þið hafið þekkið kannski öll þessi grunnstef sem eiga við Úrvinnslusjóð, að það langar mig aðeins að dvelja hérna við þessa einföldu mynd af hringrásarhagkerfi þar sem Úrvinnslusjóður í miðjum hringnum og í raun og veru má skilgreina hlutverk Úrvinnslusjóðs eða meginstef Úrvinnslusjóðs í því að flytja fjármuni frá framleiðendum á grundvelli framleiðendaábyrgðar yfir til þessara verkþátta sem eru söfnun, flutningur, meðhöndlun og endurvinnsla. Við bætast síðan nýir þættir eins og fræðslu og upplýsingagjöf skýrari en eins og fram hefur komið að þá hefur tollakerfið verið nýtt til þess að innheimta úrvinnslugjöldin og það var niðurstaðan hér á sínum tíma meðal annars til þess að tryggja það að allir greiddu inn í sjóðinn og líka það að innheimta gjaldsins væri hagkvæm þeim sem að greiða því að menn sáu fyrir sér að það gæti allt eins orðið álíka mikill kostnaður að greiða úrvinnslugjaldið, bara kostnaður við að greiða það eins og úrvinnslugjaldið væri sjálft og auðvitað vildu menn tryggja það að allir sætu við sama borð.
Tollakerfið var því mjög augljós kostur og ákveðin reynsla komin á með spilliefnanefnd eins og fram kom. Við erum hins vegar núna því að það er verið að gera meiri kröfur til þessara gjaldheimtu. Við erum að tala um þrepaskipt gjöld og við erum að tala um flækjur varðandi innheimtu á umbúðum og margt fleira. Það er alveg ljóst að við erum komin svona að endimörkum þessara innheimtu leiðar. Sama skapi ef við horfum svo á útdeilingu fjármununa til þessara verkþátta, að þar erum við líka að gera nýjar kröfur núna með þessum lögum. Við erum búin að bæta við nýjum viðskiptavönum. Við höfum stillt viðskiptamódelin hjá okkur upp fyrst og fremst sem viðskipti við það sem við köllum þjónustuaðila, sem eru verktakarnir sem eru að safna og flytja úrgang, gjarnan með samninga við sveitarfélögin. Við erum að bæta núna við sveitarfélögunum sem viðtakanda fjármagns fyrir þennan stóra þátt í þessari nýju löggjöf sem eru sérstaka söfnunin. Þannig að það má segja það á þessum svona endum, upphafi og enda þessar flutnings á fjármagni sem að þessar nýju kröfur eru birtar. Það voru einnig gerðar breytingar á nokkrum greinum í lögunum, meðal annars markmiðagreiningunni, þar sem var skerpt á því að það skilvirka fyrirkomulag sem að við höfum haft að leiðarljósi til þessa, að það þyrfti einnig að hafa skýra hliðsjón af umhverfislegum ávinningi. Og síðan eru þá skerpt líka á þessum ákvæðum það að draga úr magni úrgangs sem fer til endanlegar förgunar og viðeigandi förgun spilliefna. Ég veit ég þarf ekki að fara mörgum orðum sjóðinn eða lagaákvæðin, þannig að í þennan hóp, nú veit ég ekki alveg hverjir eru að rýna í skjána og fylgjast með fundinum, en við erum eins og áður hefur komið fram stofnun sem heyrir undir umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti og okkar meginverkefni er umsýsla úrvinnslugjalds og tryggja þetta skilvirka fyrirkomulag sem er þá grundvölluð á forgangsröðun í meðhöndlun úrgangs og tekur tillit til umhverfislegs ávinnings. Síðan eru mjög mikilvægur þáttur vegna þess að Evrópusambandið hefur sett skýr markmið í varðandi söfnun og endurvinnslu og úrvinnslusjóður hefur þá ábyrgð að tryggja það að þessum markmiðum sé náð. Þar koma að vísu margir aðrir leikendur að málinu og núna í auknum mæli sveitarfélögin sem eiga þá að tryggja að efnið skili sér frá heimilum inn í kerfið með víðtækum söfnunar leiðum við hvert heimili. Það er talað að samningar eigi að vera á grundvelli útboða og verksamninga, við komum kannski aðeins nánar að því, og svo er talað um samráð. Ef við horfum aðeins á það hvernig löggjöfin í raun og veru teiknar upp þetta fjármagnsflæði, að þá erum við með vöruflokka, þarna eru í sjálfu sér, þetta eru svona yfirheiti eins og umbúðir, þar eru með ýmsar umbúðir. Þetta gjaldið, úrvinnslugjald, er stillt af sérstaklega fyrir hvern vöruflokk þannig að tekjur og gjöld eiga að standast á. Eins og að rennur fjármagnið sem innheimt er sem úrvinnslugjald inn í ríkissjóð og úrvinnslusjóður er frá árinu 2017 með tilkomu laga opinber fjármál á fjárlögum. En það eru ákveðnar aðgerðir í gangi sem við kannski víkjum aðeins á til að stilla af að flæði fjármagnsins sem innheimt er af hinu opinbera í formi úrvinnslugjalds skili sér til sjóðsins. Það er síðan teiknað upp í lögunum hvernig þessir fjármunir eigi að skila sér inn í kerfið og það er búið núna að víkka það aðeins út. Ef við horfum á söfnunarreitin að þá var hann raunverulega bara einn kassi á sínum tíma, en nú erum við farin að tala um söfnunarstöðvar sem var svona megin uppspretta úrgangsins inn í kerfið hjá okkur, þar sem almenningur og fyrirtæki skiluðu sínum úrgangi.
Það talað þessa sérstöku söfnun sem við munum víkja að nánar á síðar í fyrirlestrinum og síðan söfnun á Víðavangi sem kannski aðeins minna útfærð hjá okkur og minna rædd innan stjórnar og síðan flutning og síðan ráðstöfun og það er greinilegt og það er þannig að augu manna beinast mjög að ráðstöfuninni og því sem við höfum talað í því sambandi sem rekjanleika úrgangsins. Við höfum stillt upp ákveðnu viðskiptalíkani sem við störfum eftir og eftir því sem við best sjáum getum við viðhaldið því í raun og veru og það eru svona nokkrar forsendur sem eru mikilvægar að hafa í huga sem eru greina okkur meðal annars að frá sömum kerfum í Evrópu að við höfum sagt við eignumst aldrei úrganginn. Við ætlum bara að koma með peningalega inngjöf inn í þetta streymi og reyna að tryggja það að það verði viðskiptalegar forsendur með úrganginn. Við getum sagt það með öðrum orðum, við límum fjármuni við úrganginn í formi endurgjald sem gerir það að verkum að það er business í því að safna og koma til endurvinnslu úrgangi og látum síðan atvinnulífið og sveitarfélögunum að skipuleggja hvernig hlutirnir eru gerðir og það sem við höfum síðan lagt í okkur eftir það að fylgja svona þeirri þróun hjá þessum fyrirtækjum annars vegar og síðan þá hjá sveitarfélögunum hins vegar til að tryggja það að þessi fjármunir sem við setjum inn í kerfið að þeir vinni það verk sem þarf að vinna. En víkjum nú aðeins að ársreikningnum. Við langar að hafa hérna aðeins smá inngang að því vegna þess að það var þannig fram til ársins 2017 að Ríkisendurskoðun endurskoðaði reikninga úrvinnslusjóðs og stillti upp ársreikningi. Í lögum úrvinnslugjald eru ítarlega kveðið á að vöruflokkar eiga að vera fjárhagslega sjálfstæðir, tekjur og gjöld innan hvers vöruflokks eiga að standast á. Og það var haft það uppgjör og uppstilling Ríkisendurskoðunar á reikningunum grundvallaðist á þeim ákvæðum. Með lögum opinber fjármál þá riðlaðist þetta þar sem að úrvinnslusjóður hefur starfað núna á grundvelli fjárheimilda og uppsetning ársreikningsins tekur mið í raun og veru af þeim reglum sem að gilda ríkisaðila í A-hluta. Þannig gefur reikningurinn sem slíkur ekki miklar upplýsingar og engar upplýsingar í raun og veru það hvernig einstakir vöruflokkar standa. Og þið sjáið hérna á reikningnum að þarna eru tekjur sem þá framlag ríkisins á hverju ári og gjöldin að það skipt í laun og svo annar rekstrakostnaður og þið sjáið að það dálítið misvægið þarna milli liða, við erum að tala í einhverjum milljónum og annars vegar og svo í milljörðum hins vegar og innan annars rekstrakostnaður allur kostnaður við að reka einstaka vöruflokka. Þið sjáið þarna líka og ég sýni ykkur það aðeins betur og það kemur fram í ársreikningnum að við höfum stefnt að því að reyna að tryggja það að tekjur af úrvinnslugjaldi annars vegar og svo fjárheimildir standist á. Þið sjáið þarna í hringjunum hverjar voru í raun og veru tekjur af úrvinnslugjaldi hverju sinni og ég mun sýna ykkur á eftir og þið sjáið það getið skoðað það líka í starfsskýrslunni, ársreikningum sem í starfsskýrslunni að það hefur svona nokkuð staðist að endum að þessar fjárheimildir og tekjur og úrvinnslugjaldi hafa fylgst að. En sem sagt það komu og taka gildi núna áramótin ný ákvæði sem að skerpa á þessum skilningi. Þau segja tekjur úrvinnslugjald fjárveiting á grundvelli fjárheimilda sem nemur tekjuáætlun fjárlaga á úrvinnslugjaldi og endurmati á tekjuáætlun úrvinnslugjalds fyrir árs. Af alla ég skilji þetta en ég veit hver meiningin og í raun og veru á grundvelli þessa ákvæðis þá hefur stjórn Úrvinnslusjóðs skrifað undir samningin. Þetta yfirlitið sem ég vísaði til.
Þarna sjáum við samanburð á tekjum af úrvinnslugjaldi annars vegar og fjárframlaga og síðan uppsafnaður mismunur frá árinu 2017 sem eru þarna rúmar 18 milljónir, sem kannski ekki mikið í þessu flæði öllu saman. En ef við hugum nú aðeins að rekstrinum og þá sjáum við hérna, ég set hérna til fróðleiks reksturinn, meginstærðir í rekstri sjóðsins alveg frá upphafi 2003 og þið sjáið þarna svona vaksandan, hvernig umfangið hefur vaxið í raun og veru á þessum árum. Það kannski aðeins í stökkum, það til dæmis árið við höfum verið að bæta við nýjum vöruflokkum og svo þetta bara þetta víðtækari söfnun, við erum að safna meiri efni og kostnaður hækkar og tekjur þurfa þá að fylgja eftir. En þið sjáu greinilega þarna í þessum hluta sem ég svona aðeins ljósari, þar áætlunin til 2023 og þið sjáu gríðarlegt stökk í tekjum og kostnaði sjóðsins. Og það markast fyrst og fremst af aukinni innheimtu og nýrri innheimtu á umbúðir, nýrri innheimtu á glerumbúðir og málmumbúðir og viðarumbúðir og svo verulega aukinnar innheimtu á pappa- og plastumbúðir, samtals 1,5 milljarður. Og þessi tekjuaukning fyrst og fremst tilkomin vegna þessara nýju ákvæða sérstaka söfnun. Heildarhækkunin ráðgerð þarna tæpir 2 milljarðar. Og að sama skapi þá hækkar kostnaðurinn eða áætlun okkar kostnaðinn þó að það ríki nokkur óvissa það hvernig hann muni þróast núna þessu ári eða hversu hratt hann tekur við sér vegna þess að verkefni sérstakra söfnunar mjög umfangsmikið og tekur til allra sveitarfélaga og allra heimila landsins og þá eftir að koma svona aðeins í ljós hversu hratt það gengur fyrir sig. En sem sagt það eru þessi sérstaka söfnun sem megin aukningin í umfangi sjóðsins. En síðan höfum við drifraflöður, það loksins verið að taka á drifraflöðum í ökutækjum en eins og þið vitið að þá hafa rafdrifin ökutæki fjöldi þeirra hefur vaxið mjög mikið og senn líður að því að rafhlöður úr þessum ökutækjum fara að enda lífsitt eða allavega lífsitt sem drifkraftur eða drifafl inn í ökutækin og við erum með álagningu þarna á drifraflöðurnar og einnig eru ákveðnar breytingar varðandi ökutækin þar sem kemur inn nýtt gjald við innflutning á ökutækjum og svo eru þetta plastvörur sem að ráðherra minntist aðeins á, tilteknar einnota plastvörur og söfnun á víðavangi eða staðgengill ráðherra kannski hætti að segja og síðan eru bara breytingar á úrvinnslugjaldi sem eru gerðar til að tryggja og viðhalda jafnvægi í þarna 2 vöruflokkum. En ef við lítum nú aðeins á og þessu gerð miklu betur skil í raun og veru í starfsskýrslunni, ef við lítum yfir hérna svona nokkra vöruflokka hvernig þróunin hefur verið og þá ef við tökum fyrst hjólbarðana þá sjáum við og að þar hefur verið mjög ánægjuleg þróun. Þar hefur nýtingu á urðunarstað á hjólbörðum í raun og veru sem byggingarefni algjörlega vikið fyrir endurvinnslu á hjólbörðum. Og eins og Magnús minntist á að þá tók stjórnin ákvörðun að loka þeirri leið í raun og veru fyrir hjólbarða. Ef við lítum á síðan rafhlöður og rafgeyma, þar eru ákveðin markmið sem þarf að uppfylla. Við sjáum það að ef við horfum á rafgeyma og rafgeymar eru nú að verða úrelt hugtak. Nú eigum við hægt að tala rafgeyma, við höfum notað rafgeyma þessar blýsýrugeyma sem við notum til að starta ökutækjum. Núna eru þetta allt rafhlöður og búið að skipta rafhlöðunum upp í 3 flokka en ég ætla nú ekki að fara út í það. Við sjáum það að blýsýruhlutunum, þar erum við að ná markmiðunum en við eigum dálítið í land með að ná stökum rafhlöðum, það þessi sem við köllum kannski stundum í daglegu tali batteri. Plastumbúðirnar, þar erum við að ná markmiðunum, það
pappaumbúðunum þarna, þar liggjum við tiltölulega hátt yfir markmiðunum. Þið sjáið það þarna að hlutfalli rauk upp árið 2020 sem að hluta til bara tilflutningur vegna þess á efni og líka það að innflutningur þarna minnkaði töluvert mikið á þessum árum, þannig að þetta ekki COVID árið okkar. Plastumbúðirnar, þar eru við líka yfir markmiðum og ég vek athygli á því að þarna erum við að tala bara Ísland, þannig að skilagjaldsumboðirnar eru þarna inni, jafnframt því sem að við höfum okkar sérstöku skilgreiningu á heyrúlluplasti að það séu umbúðir. Ökutækin, þar líka, við náðum hámarki í skilum á ökutækjum á árunum 2018-19. Flotinn, þarna erum við með í raun og þarna úrvinnslugjald á þann bílaflota sem á skrá á hverjum tíma, það bláa línan. Hún fellur niður fyrst og fremst út af sólarlagsákvæðum í því að menn greiða aldrei lengur úrvinnslugjald en 15 ár, þannig að það orðið dálítið af bílum á götunum núna sem orðin 15, hafa greitt úrvinnslugjald í 15 ár og gjaldskylda fallið niður. Varðandi raftækin, þar vantar líka dálítið í land. Og ég held í raun og veru að þetta módel sem að þessi endurvinnslumarkmið byggja á varðandi raftækin þarfnist endurskoðunar, og ég heyrði af því frá samtökum Fórum kölluð sem eru svona skilakerfi eða framleiðandi ábyrgðarkerfi í kringum raftækin, að þau eru að beita sig fyrir því að endurskoða þessi markmið. Vegna þess að það sem að þessi markmið gera, þau bera saman söfnun til dæmis á árinu 2021 við meðalmagn raftækja sem fóru inn á markaðinn 2018, 19 og 17. Er það ekki rétt? Já, 20, já. Og ef ég teiknaði þessa mynd núna raftækin sem eru innflutning á raftækjum í tonnum, að þá erum við komin í liggjum við þarna á þessum árum sem við erum að bera saman við í einhver 15.000 tonn. Í raun og veru og stóru raftækin eru mjög stór hluti af þessum raftækjum. Ef við segjum það að stóru raftækin þau endist í 10 til 15 ár og við værum að bera saman hvað við erum að ná stórum hluta af þessum raftækjum sem fóru á markaðinn fyrir 10 til 15 árum, að þá í stað þess að deila í söfnununa með 15.000 þá ætti að vera að deila í henni með 10.000. Og ég held að það sé þannig að það eru örfá lönd í Evrópu sem í raun og veru að ná þessum markmiðum. Og mörg hver séu hærri heldur en við, en það mikilvæga finnst mér að skoða hvar, ef við erum að missa af einhverjum raftækjum, hvar eru þau? Við vitum að lítil raftæki enda einhverju leyti í ruslinu hjá fólki, en það ekki það sem skýrir þennan mun. Eitthvað af raftækjum fer sjálfsagt með brotamálmum og aldrei skráð hjá okkur, en ég held að það sé ekki mikill vandi vegna raftækja sem ekki skila sér. Og síðan öll þessi aukning sem varð á innflutningi raftækja núna á síðustu árum held ég ný notkun á raftækjum, nýjar hótelbyggingar með sjónvarpi og kæliskápum og öllu því sem því fylgir, og það skila sér engin raftæki inn á markaðinn. Það ekki verið að skila inn raftæki fyrir nýtt raftæki. En hvaðan það, þetta má örugglega ræða þetta nokkuð ítarlega og mjög lengi og sitt gæti sýnst hverjum í því efni. En nú ætlum við aðeins að skipta inn á. Við ákváðum að gera það þannig að ég myndi ekki þreyta ykkur allt of mikið, að nú ætla Gunnlaug að taka við og taka fyrir aðeins úttektina. Hún reyndar gert dálítið skil áðan, og hún ætlar að fjalla þrepaskipt gjöld og líka ráðstöfun og rakningu á plastúrgangi og eitt og annað fróðlegt sem hún getur frætt ykkur á. Ég kem aftur. Við viljum aðeins
aðeins að breyta til og aðeins að hingra með þetta þannig eftir að taka smá pásu, bara stutta, bara aðeins að standa upp og fá okkur smá kaffi. Við stoppum ekki bara svona í 10 mínútur eða svo.
Herðu ekki bara setjast og bara hefja fundin áfram. Við viljum halda áfram að fjalla svolítið starfsemi sjóðsins og Guðlaug Einars sérfræðingur hjá honum allar koma hérna upp og fjalla svolítið framlengda ábyrgð. Gjörðu svo vel. Já, takk ykkur fyrir og ég ætla aðeins að fjalla áfram það sem hefur svona helst drifið á daga okkar 2021 og aðeins inn á árið 2022 og það kannski aðeins að nefna hérna fyrst stjórnsýslu ríkisendurskoðana sem nú búið að fjalla svolítið vel þannig að eins og þið vitið að þá samþykkti Alþingi vorið 2021 að það færi fram stjórnsýsluúttekt á sjóðnum og skýrslan var birt í ágúst eins og hefur komið fram með 6 tillögum til úrbóta og mig langar bara aðeins að segja ykkur hvað við erum að gera hjá sjóðnum og hvað í gangi hjá okkur. Fyrsta tillagan var að styrkja þyrfti starfsemi úrvinnslusjóðs og nú þegar hefur verið lokið þarfagreiningu á starfsemi sjóðsins. Það hafa verið skilgreind ný störf og sem hafa nú verið auglýst og það er verið að endurskoða skilmála og við erum að innleiða stafræna þróun og það er verið að endurskoða verkferla, tölvukerfi og margt fleira. Þannig þetta hefur kannski verið viðamesta verkefni hjá okkur af þessum svona tímalega varðandi þessar úrbótatillögur. Önnur úrbótatillaga var að það bæta eftirlit með innheimtu úrvinnslugjalds og eins og það hefur komið fram að þá er úrvinnslugjald skattur og það er skatturinn sem sér innheimtuna. En inn í tillögunni var að það þyrfti að efla samstarf úrvinnslusjóðs og skattsins. Og það er núna í farvegi að við höfum átt mjög náið samstarf við álagningarsvið tollgæslusviði varðandi innleiðingar sem ég kem aðeins inn á líka. En það er kannski meira þá í sambandi við álagningarsviðið og kannski eftirlitið sem að við erum að tala þarna að hefja samstarfið. Síðan er það verkefnið að endurskoða tollskrána og hún heyrir kannski ekki beint undir okkur en eins og hefur komið fram að þá þarf að uppfæra viðaukana við lögum úrvinnslugjald þannig að þeir endurspegli tollskrána og þeir hafa ekki verið þannig að það kemur þá inn í þetta samstarf og það er núna í ár þá höfum við endurskoðað alla viðaukana með tollskráin var síðast uppfærð núna í ársbyrjun 2022. Hún er reglulega uppfærð á 5 ára fresti þannig að það er nýlega búið að uppfæra hana þannig að okkur þótti þá tilvalið að við myndum endurskoða okkar viðauka og það liggur nú fyrir Alþingi ráðherra mælti fyrir frumvarpi í gær þar sem allir viðaukar við lögum úrvinnslugjald verða birtir á ný núna vonandi bara fyrir áramótin. Og mér skilst að þetta sé bara eitt af lengstu frumvörpum Íslandssögunnar sem nú liggur fyrir þinginu. Og já. Þannig að þessi vinna er í gangi og síðan þarf að sannreyna endanlega afdrif úrgangs og ég ætla aðeins að fá að geyma það og sýna ykkur það með næstu glæru, hoppa aðeins yfir þá úrbótatillögu og fara yfir í 5. úrbótatillöguna sem er að stuðla að aukinni innlendri endurvinnslu. Og þá bara að taka það fram í rauninni að endurgjald fyrir innlenda endurvinnslu á heyrúlluplasti, endurgjaldið það var hækkað var á árinu 2021 og líka var í ár flutningsjöfnun, hún var endurskoðuð þannig að hún tekur núna mið af þessari af innlendri endurvinnslu þannig að innlend endurvinnslustöð er nú skilgreind sem 0 punktur varðandi það. Það er verið að undirbúa það að tilkynna þessar ráðstafanir til ráðuneytisins því að eins og fram kom í skýrslu Ríkisendurskoðunar þá þyrfti að skoða það hvort að það þyrfti að tilkynna þetta til eftirlitsstofnunar ESA og það verður það bara þá ráðuneytið sem í rauninni myndi taka á því. 6. tillagan, hún
miðað að því að efla stuðning ráðuneytisins og eyða ágreiningi og kannski heyrir ekki beint þá undir okkur. Og eins og fram hefur komið að þá hefur stjórn samþykkt tímasetta úrbótaáætlun sem við erum að vinna eftir. Og já, nú þá aðeins að fjórðu úrbótatillögunum það að við þurfum að sannreyna afdrif úrgangs og plastúrgangur hefur mikið verið í brennideplinu hjá okkur núna undanfarin ár. Og þannig að við höfum farið við erum með, þetta á við alla úrgangsflokkana sem verða yfir 20 hjá okkur á næsta ári, að við þurfum að sannreyna hvar hann endar og hvar endanlega ráðstöfun fer fram. Og ég ætla bara að sýna ykkur að dæmi þetta með plastúrganginn, að innlendir þjónustuaðilar sem að við erum í samningum við, að þeir ráðstafa plastúrganginum áfram til, það eru 10 ráðstöfunaraðilar, þetta er fyrir árið 2021. Og einhverjir af þessum ráðstöfunaraðilum sem ráðstafað til að þeir eru endanlegir endurvinnsluaðilar, en í þó nokkrum tilvikum að þá fer úrgangurinn áfram til 32 annarra viðtakanda. Í framhaldi af þessum ráðstöfunaraðilum sem þjónustuaðilarnir hafa, þannig að þessi ráðstöfunaraðilar eru þá í rauninni svona flokkarar eða miðlarar. Og við höfum staðreyndir fyrir því að þetta séu í endanlegir ráðstöfunaraðilar í flestum tilvikum, en við höfum kannski ekki alveg sannreynda, bara aðeins að setja fyrirvara á þessa vinnu. Þetta er svona dálítið flókið og við missum svolítið tökin á að elta úrganginn þegar við förum þarna svona niður. Þetta er svona eins og hálfgerður píramídi sem við erum að fara þarna niður. Þannig að þetta er svona svolítið viðamikið og viðamikið verkefni. En varðandi til dæmis plastið, og þá eins og fram hefur komið, þá hefur sjóðurinn hætt að greiða fyrir urðun á heyrúlluplasti. Þarna sjáum við í töflunni að ein ráðstöfun þarna er urðun, en það kemur ekki þá verður hætt að greiða fyrir það núna, er orðið hætt. Og eins og fram hefur aðeins komið í umfjöllun þá hefur eitthvað af plastun okkar endað utan Evrópu og í Asíu og menn hafa sett einhver spurningamerki við þá ráðstöfun. Og frá og með 1. júlí á þessu ári að þá hefur ekkert plast verið sendt, heyrúlluplast verið sendt utan Evrópu til endurvinnslu. Það er allt saman unnið þá innan endurvinnslu. Og varðandi blanda plast frá heimilum, að þá er hluti plastsins sem hefur, eða bara blandaða plastumbúðir, sem hefur þá endað utan Evrópu sem ráðstöfunaraðili, og það eru stórsekkir og hluti af herðaplastinu sem hafa farið þá til viðtakanda þarna í Víetnam og Malasíu. En það er verið að vinna að því að þetta plast verði allt saman endurunnið innan Evrópu, og varðandi stórsekkina þá er útlit fyrir að þeir fari þá allir verði endurunnir meðal annars í Póllandi. Þannig að þetta lítur allt saman vel út. Þetta er verið að vinna í sambandi við raf- og rafeindatækin og rafhlöðurnar og fleiri úrgangsflokka, en við erum kannski ekki alveg búin að ná því að rekja alla úrgangsflokkana svona niður í hörgul. En þetta er bara svona til að sýna að þetta höfum við verið að vinna að varðandi það að sannreyna hvar úrgangurinn okkar endar. Nú aðeins þannig að það er lokið umfjöllun okkar þarna það hvað við erum að gera varðandi ríkisendurskoðun, en ég ætla bara rétt aðeins að minnast á minnast á starfshópinn sem ráðherra setti á fót, en ég held að það sé búið að lýsa því svolítið nákvæmlega hér í fyrri erindum hjá Stefán og Stefáni hverjar niðurstöðurnar þar eru, og það verður við sjáum bara þá á næsta ári hvernig það vinnst úr þeim. Og þá ætla ég aðeins að fjalla hringrásarhagkerfið og lögin sem voru sett mitt ár á síðasta ári. Og Úrvinnslusjóður spilar stórt hlutverk í innleiðingu á hringrásarhagkerfinu. Og við ætlum aðeins að drepa kannski á nokkrum atriðum hvað það varðar. Og ef við byrjum bara aðeins á umbúðunum, við höfum aðeins nefnt það, að áramótin þá bætast við málm, gler og viðarumbúðir.
Nú hingað til þá höfum við lagt á plast og pappa eins og þið þekkið og meginreglan í rauninni sú að innflytjandinn hann gefur upp magn umbúða við innflutning en það lögin gera ráð fyrir því að sé reiknilíkan í kerfinu þar sem menn geta bara gefið upp að söluumbúðin sé eða sem þú bara gefur upp umbúðina og þá reiknilíkanið þetta út. Nú þegar að bætast við þessi 3 vöruflokkar að þá eins og hefur kannski svolítið komið fram að þá í rauninni kerfið dálítið svolítið að springa utan af okkur. Og bara sem dæmi þá langar mig að taka bara ef við skoðum þetta er krydd í pappaumbúð. Og krydd getur verið flutt inn í pappa, það getur verið flutt inn í gleri, það getur flutt í plasti eða málmi. Og þetta þarf kerfið í rauninni allt saman svolítið að ráða við og þannig að það sem liggur núna inni í þessu sögulega stóra frumvarpi, það meðal annars nýtt reiknilíkan sem að þá tekur á því að sama tollnúmer geti verið með öll þessi mismunandi umbúðir sem söluumbúð. Því að það kom í ljós þegar við fórum að skoða þetta að við gátum ekki það var bara ekki svigrúm til þess að skipta upp hverju tollskrárnúmeri upp í mismunandi umbúðir fyrir að því þetta umbúðir ná til eiginlega allra tollnúmera í tollskránni. Þannig að þetta var sem sagt leiðin sem var farin og þá það sem sagt hluti af þessu langa frumvarpi þetta reiknilíkan sem að liggur þarna inni. Þannig ég segi ykkur aðeins af því og síðan eins og hefur komið fram að þá verið að fara að leggja á drifrafhlöður og það í rauninni svona tvennskotagjald sem að það lagt á annars vegar 20 krónur per kíló og það þess að fyrir þá stærri drifrafhlöðurnar en það bara gjald per tæki fyrir þá minni tækin. Og bara svona sem dæmi og síðan sem sagt, það eitt af því sem að koma nýtt inn. Nú við erum búin að tala líka ökutækin. Það var úr að það átti að leggja á þetta við innflutning og það höfðu þurft að fara aftur í tollskrána og svolítið þenja hana út þannig að það var að niðurstöðu að það verður sem sagt gjaldið verður lagt á við nýskráningu. Þannig að það fer í rauninni, en það samt skatturinn áfram sem innheimtir. Þannig að nú að koma sem sagt úrvinnslugjald og nú úrvinnslusjóður að taka við því að ná sem sagt ábyrgð á því að ná tölulegum markmiðum og sjá úrvinnsluna. En það sem áður sem í dag í rauninni úrvinnslugjaldið en samt skilagjaldið að það kemur til með að heita skilagjald frá og með næstu áramótum. Og það verður ekki hækkuð álagningin vegna skilagjaldsins en það sem greitt út til við afskráningu að það gjald hækkar úr 20 í 30.000 krónur. Og bara svona sem dæmi þessa álagningu að eins og með ökutækin og drifrafhlöðurnar að því við verðum að tala orkuskiptin og þau okkur hugleikin að til dæmis við innflutning á rafmagnsbíl að þá verður lagt 15.000 krónur á ökutækið og það alveg sama hver orkugjafinn og ef við segjum að bílinn sé með 350 kg rafhlöðu að þá það 7.000 króna gjald sem þarf að greiða fyrir drifrafhlöðuna. Þannig að það leggst á auki gjald 22.000 krónur á rafmagnsbílinn umfram þau gjöld sem eru greidd í dag á hjólbörðum og rafgeymum á ökutækið. Nú síðasti flokkurinn sem við erum að leggja þarna á eru tilteknar, það viðauki í lögunum sem heitir plastvörur sem næri yfir tilteknar einnota plastvörur og þarna lendum við aftur í svo allum vandræðum með tollskrána þannig að það var úr að það verður lagt á 12 tollnúmer. Við leggjum á það eru síur fyrir tóbaksvörur og sígarettur sem eru með tóbakssíur, blauðþurrkur, blöðrur og fleira sem verður lagt á þarna 27 krónur per kíló. En þessar tilteknu einnota plastvörur stór hluti þeirra líka eru umbúðir af vörum og einnota drykkjarvörur falla þarna undir
og eru umbúðir utan um vörur sem þú getur neytt á staðnum og sem eru líklega til þess að þú sért kannski að borða út í náttúrunni eða einhver staðar, svona þar sem þetta myndi þá kannski gæti hugsanlega enda sem rusla víðavangi. Þetta var okkur alveg ómögulegt að draga út úr tollskránni alveg sérstaklega, þegar þarna skipti stærðin máli, þarna ætti að vera lagt á litlar kókómjólkurfernur en ekki stórar, bara sem dæmi. Þannig að þarna vorum við aftur að reka okkur svolítið í að við gætum ekki lagt þarna tollskrána alveg til grundvallar, allan ekki svona á þeim tíma sem við höfðum til þess að innleiða þetta. Þannig að þarna verður kostnað í rauninni sem að þessar umbúðir bera svolítið bara verður teknar af plastinu og að hluta til þá af pappanum að því að þetta nær einnig yfir plasthúðar pappavörur. Já, þannig að þetta er sem sagt ný álagning sem er þarna nýtt. Þetta er allt saman innleiðing á tilskipun einnota plastvörur, single use plastics og þar inni eru veiðarfærin. En veiðarfærin hafa verið inn í okkar löggjöf frá árinu 2005, þannig að kannski ekkert það að segja þannig beint. Aðeins áfram álagninguna núna 2023, eins og kom fram hjá Ólafi, að þá er umfang sjóðsins að aukast gríðarlega mikið, bara miðað við árið 2021 þegar álagt úrvinnslugjald var 2,5 milljarðar króna það er áætlað að það verði komið upp í 4,7 milljarðar árið 2023. Og 1,5 milljarður af þessum nýju gjöldum sem er verið að leggja þarna á, 1965 krónur, er þessi ný og hækkað álagning. Það sem er munurinn þarna á milli áætlunar, það er bara það sem er talið að verði aukning í öðrum vöruflokkum milli ára. En 1,5 milljarður af þessu er umbúðirnar og það eru rauninni 1,3 rúmlega milljarður sem er þarna fyrir pappa og plast af því það er sértækasöfnun þar sem er verið að safna við heimili í landinu. Þannig að það er tiltölulega dýrari söfnun eins og hefur komið fram heldur en er í grenndargáma og á söfnunarstöðum. Það er áætlað að ökutækin og drifrafhlöðurnar og plastvörurnar það séu 400 milljónir og svo hækkar gjaldið fyrir olíuvörur og varnarefnin og það er áætlað að það skili 52 milljónum króna á næsta ári. Þannig að þetta er aukningin sem er að verða í umsvifum hjá sjóðnum á næsta ári áætluð. Aðeins síðan þrepaskipt úrvinnslugjald áfram að nú áramótin þá tekur gildi breyting á 3. grein laganna það að úrvinnslugjald á vörur skal almennt vera þrepaskipt þannig að tekið sé tillit til endingar þeirra möguleika á viðgerðum, endurnotkun og endurvinnslu og innihalds hættulegra efna. Og þá við erum búin að vera svolítið mikið að skoða þetta og bara enn og aftur að nefna að tollskráin hefur þarna aðeins líka verið að þvælast svolítið fyrir okkur vegna þess að tollskráin er ekkert að horfa á þessa þætti sem að eiga að liggja þannig til grundvallar þrepaskiptugjöldunum. Og svo er líka aðeins þetta úrvinnslugjald er skattur. Ef við bara tökum sem dæmi eins og með tekjuskattin, ef lögum með tekjuskatt myndi standa að tekjuskattur skal almennt vera þrepaskiptur þannig að tekið sé tillit til launa. Okkar áliti þá þarf svolítið að útfæra þetta allt saman miklu nánar í lögum. Ekki bara setja eina svona almenna grein þarna inn og þá teljum við að það þurfi að útfæra í lögum úrvinnslugjald bara í rauninni mjög nákvæmlega hvaða kröfur vörur og umbúðir þurfa að uppfylla og hvaða gögn þurfa að liggja þarna fyrir og hvernig við staðfestum það. Og við teljum þá líka í rauninni mikilvægt að það sé horft til þess að þessar kröfur séu sambærilegar við það sem er í öðrum löndum þannig að ef þeir uppfylla kröfur þrepaskiptingu í Evrópu þá yrði gagnkvæm viðurkenning á þessum skjölum yfir í kerfi til okkar. En það eru ýmsir möguleikar þarna inni en þetta er svona þegar maður horfir heilt á þetta í þetta stóra samhenginu þá sé þetta stórt.
og við horfum nú aðeins á það eins og bara með heyrúlluplastið af því það nú okkur hugleikið að menn hefði getað, það bara 1 tollnúmer og það hefði verið hægt að skipta því eftir, nú ljóst eða hvítt heyrúlluplast auðveldar í endurvinnslu að það hefði verið hægt að skipta því upp í 2 tollnúmer, þannig það ýmsir möguleikar en ef þú horfir á alla vöruflokkana þá þetta mjög flókið verkefni. En við getum líka bent á að það vísir að þrepaskiptingu í úrvinnslugjaldslögunum í dag, að álagning á rafgeymana og rafhlöður, ég má kalla það rafhlöður, já, þá gjaldið mishátt og þá verið að taka tillit til eins og innihaldið á hættulegum efnum eftir því sem þá álagningin hærri, þannig að það búið að hluta til taka tillit til þessa. En ef við horfum á alla, við verðum komið yfir 20 vöruflokka, þá þetta orðið dálítið snúið. Og það sem við vildum leggja þá í rauninni til að það verði stofnaður starfshópur, þar sem við myndum svolítið skoða framkvæmdina í nágrannalöndunum og gera tillögur til innleiðingar. En það þarf náttúrulega að horfa svolítið sérstætt, það svolítið sérstætt eins og hefur komið fram í skýrslunni bara okkar síðustu, að það mjög sérstætt að þetta sé lagt á hér sem skattur og gerir þetta, bara eins og hefur komið fram, það kostur og gallar. Þannig að við teljum allan að það þurfi svolítið að við séum ekki alveg komin þarna að það sé hægt að fara alveg að útfæra þetta nema aðeins að staldra svolítið við. Nú annar þáttur sem við höfum líka mikið verið að skoða það tengist svolítið þessari grein, 15. grein laganna sem kom inn, hún tók gildi mitt síðasta ár. Það að taka hliðsjón af umhverfislegum ávinningi og leggja til grundvallar forgangs við meðhöndlun úrgangs. Það í rauninni útgangspunkturinn hjá okkur. Og síðan það hvað teljast vera fullnægjandi gögn, af því það gerð krafa það að það liggi fyrir fullnægjandi gögn áður en að Úrvinnslusjóður getur greitt endurgjald til samningsaðila. Og við höfum aðeins verið að skoða þá í rauninni þessa kröfu sem við erum að gera til þjónustuaðila í dag og það var í rauninni þannig að stjórn Úrvinnslusjóðs fór fram á það, óskaði eftir að yrði gert lögfræðiálit þar sem þetta var allt saman skoðað og ég setti nú bara þarna, ég ætla kannski ekki að fara alveg í það, en það var sem sagt að það á í rauninni að taka mið af forgangsröðuninni eða úrgangspíramídanum sem þarna í 7. grein laga um meðhöndlun úrgangs og ekki að fara sem sagt að forgangsraða innan þrepanna, það sé ekki í rauninni þannig sem að það ætti kannski að vera, innleiðingin ætti að vera. Og það væri eingöngu ef við værum að fara að víkja frá forgangsröðuninni sem við ættum að fara í rauninni að fara að gera svona vistferilsgreiningar og krefjast mikilla gagna vottanir og fleira. En núverandi kröfur eru að þjónustuaðilar þeir skila, þeir eru að senda út til ráðstöfunaraðila afrit af útflutningspappírum og það eru líka ráðstöfunaraðilarnir sem staðfesta magnið sem fer til ráðstöfunar. Og við höfum verið að afla upplýsinga endanlega ráðstöfun í samstarfi við þjónustuaðila, ráðstöfunaraðila og framleiðenda áburðarfyrirtæki Evrópu. Og það er ég að vísa þá aftur yfir í þessa glæru sem ég sýndi ykkur það hvar úrgangurinn væri að enda. Og að núverandi endurgjald líka, það tekur mið af forgangsröðuninni, að við erum að greiða hærra fyrir endurvinnslu heldur en aðra endurnýtingu og það á við hjólbarðana og plastumbúðir og heyrúlluplast og það þá verður líka verið að skoða þetta í fleiri vöruflokkum. Og svona rétt áður en að ég hætti núna, þetta síðasta glæri sem ég með, en ætlaði bara að minnast á það að það verið að endurskoða skilmálana. Þetta nú vinna sem búin að vera kannski svolítið lengi í gangi hjá okkur en við teljum okkur vera að sjá alveg fyrir endan á því núna. Og það verið endurskoða skilmálana og það liggur fyrir drög að sniðmáti fyrir skilmálana sem þá samningar Úrvinnslusjóðs
milli Úrvinnslusjóðs og þjónustuaðila komið til með að byggja á. Takk fyrir. Takk fyrir Ólafur og Guðlaug fyrir góða yfirferð yfir starfsemi sjóðsins. Þannig að örugglega svona fullt af spurningu sem að menn verið að spyrja í umræðum rétt á eftir. En svona aðeins varðandi þetta lengsta frumvarp sem við minntist á, þetta örugglega rétt hjá þér. Ég held við vorum að vinna með þetta í ráðuneytinu og ef ég fer rétt með þá var þetta 17 línur í Excel varðandi tollskrárbreytingarnar. Þannig að þetta var svolítið mikið og þið sem þekki Office-pakkan og það að taka 17 línur á Excel og fara í Word, það er erfitt. Það er bara flókið. Ég man því ég var að byrja í ráðuneytinu 2014 og þá voru að byrja að vinna svolítið með raunverulega úrgangsmál. Ég var fyrst að vinna með það og þá voru menn að vinna kannski með önnur hugtök, voru menn að vinna með græna hagkerfið og nú er þetta búið að markaðssetja eitthvað sem heitir hringrásarhagkerfi og ég bara vona það að menn fari ekki að breyta eitthvað í annað. Þetta er svona búin að ná ákveðinni svona fótfestu svona í umræðinu almennt. En í mannsnætti vorum að vinna fyrstu fjármálaáætlunina, þá vorum að byrja að undirbúa endurskoðun á stefnunni. Svo fjármála áætlunina eftir 2019, þá vildum við taka svolítið myndina með hringrásarhagkerfið til að hafa þetta svona sjónrænt og sýna fram á hvernig þessi úrgangskvóta sem við viljum helst hafa sem enga heldur hafa sem minnsta að sýna fram sjónrænt. En ég notaði einmitt fyrirmynd sem ég fann út í Evrópu og alltaf íslenska það búin að gera það en svo bara formsins vegna þá komst það ekki í skjalið. En svona byrjar þetta allt, svo eins og við vitum núna að ef við skoðum fjármálaáætlun núna að þá erum við komin alltaf með mynd sem sýnir svolítið raunverulega þetta hringrásarhagkerfi sem að okkur öllum mjög andum og hringrásarhagkerfi ekkert annað loftslagsmál, þannig að þetta er bara stór hluti af því. Ég ætla að kannski opna fyrir... Já. Svo nú ætlar svo það er mér að tvískipta dagskrá, það verður smá ruglingur. En Ólafur, gjör svo vel, mót bóttuna. Svo er umræður eftir. Ég er snöggur. Já, ég er komin aftur og ætla aðeins að messa yfir ykkur núna varðandi þau verkefni sem við erum búin að vera að leggja grunn að núna á þessu ári og þar er kannski stærsta verkefni sérstök söfnun og það greiðslu fyrirkomulag og það greiðslur sem við ætlum að inna hendi til sveitarfélagana fyrir þessa vinnu. Það er þannig að það er gerð krafa að söfnun á pappa og plastumbúðum sé aðskilin við heimili, þar að segja 2 tunnur eða 2 ílát, annað fyrir pappaumbúðir og hitt fyrir plastumbúðir og í pappaumbúða ílátið eða ílátið fyrir pappaumbúðir er þá líka gert ráð fyrir að annar pappir eins og dagblöð og fleira geti safnast jafnvel þó að það sé ekki á verksviði úrvinnslusjóðs, það er ekki úrvinnslugjald á slíkum pappír. Síðan er hins vegar heimild að gler- og málmumbúðir megi safna í grenndargáma og á söfnunarstöðum og raunverulega pappa- og plastumbúðum líka þó að það sé þessi ákvæði þarna. Við erum búin að leggja í mikla vinnu við að leggja mat á kostnað við þessa söfnun, enda er það þannig verkaskiptingin að sveitarfélögin útfæra hana en úrvinnslusjóður kemur með fjármagnið. Og mat okkar á kostnaði sveitarfélagana hefur tekið til söfnunar, þar að segja að það er að keyra á milli söfnunar staða og tæma tunnur eða önnur ílát. Það hefur tekið til ílátakostnaðar, þá tunnukostnaðar eða gámakostnaðar og svo eitthvað sem við köllum aðstöðusköpunar sem á kannski fyrst og fremst við grenndargámana eða á við grenndargámana annars vegar og svo söfnunarstöðvarnar hins vegar og svo annars kostnaðar sem að við höfum svona skilgreint sem þessir 2 liðir umsjón og kynning. Það eru við að taka svona ákvörðunir þá þurfa menn auðvitað að gefa sér ýmsar forsendur. Og eina af forsendunum er það að heimasöfnunin hún miðar við
240 lítra tunnur. Við vitum að það uppi hugmyndur annað form á söfnuninni, tvískiptar tunnur og þar fram eftir götunum. Söfnunin, þar höfum við skoðað kostnað við söfnunarbílinn, fjölda íláta sem að næst að tæma hverju sinni í hverjum söfnunarhring og svo áætlaða heildarsöfnun. Varðandi ílátin þá höfum við tekið til kostnaðir við ílátin, endingartíma þeirra og svo áætlað magn af því að það svona grundvallarforsenda í þessum greiðslum eins og öðrum greiðslum að við erum að greiða svona markmiðatengdar greiðslur krónur per kíló. Þannig að menn standa sig betur og þá fá þeir meira, fá betri nýtingu á bíla og tunnur og öll þau tæki sem þarf að nota. Og síðan hefur aðstæðan verið metin sem 10% af kostnaði við söfnun og ílát og annar kostnaður sem 3% af kostnaði við söfnun og ílát. Ef við tökum svo dæmi þetta, hvernig þetta gæti reiknast, að þá það, ef við tökum dæmi pappaumbúðir á höfuðborgarsvæðinu, að þá kostar þessi akstur, söfnunarbíll og mannskapur 320.000 krónur á dag. Það gert ráð fyrir að kringum 800 tunnur séu tæmdar í slíkri dagsferð og að söfnunin eftir daginn séu 6 tonn eða 7,5 kíló á tunnu. Og ef við deilum þessu saman, þar að segja deilum þessari söfnun upp í kostnaðinu við þetta, að þá endum við í einhverjum 53 krónum á kíló. Tunnukostnaðurinn, þar tökum við kostnaðin við hana 7,5 og hann sé afskrifaður á 10 árum og hver tunna sé tæmd kringum 13 sinnum á ári og við sjáum það að þarna það eru 7,5 kíló í tunnuna meðaltali, að þá endum við með greiðslu upp á 11 krónur per kíló til að standa undir fjárfestingu í tunnunum. Og svo bætast við þessir prósentuliðir, eða reyndar bara annað því að aðstöðuliðurinn á ekki við í þessu tilviki, eða samtals 68 krónur á kíló. Og það þannig og dæmin sem ég sýni ykkur á eftir þau byggja á svipuðum forsendum eins og þetta, bara tímas vegna getum við ekki rakið það allt saman núna. Við höfum síðan tekið tillit til þess að aðstæður vítt og breitt landið eru mismunandi og við höfum til einföldunar skipt svæðum í þrennt. Við tölum höfuðborgarsvæðið sem þið sáu þetta dæmi þarna sem við vorum að horfa á áðan og við höfum talað annað þéttbýli, það eru kaupstaðir og byggðakjarnar sem eru stærri en 150 íbúar og svo dreifbýli sem eru þá byggðakjarnar minni en 150 og svo bara þá alveg hreint og klárt dreifbýli. Þessi svæði eru skilgreind með póstnúmerum vegna þess að allt okkar kerfi varðandi flutning í raun og veru afmarkað með póstnúmerum. Þannig að ef við myndum skoða það hérna svo í töflum sem að við munum koma fyrir á vefnum, þá væri hægt að sjá sem sagt hvaða póstnúmer tilheyra þeirri skilgreiningu að vera annað þéttbýli og við tengjum það síðan líka póstnúmerin við sveitarfélög. Þannig að það er hægt að afmarka það og skoða það hvaða landsvæði tilheyra hverju sveitarfélagi fyrir sig. Ein forsenda síðan í þessu öllu og ég rek það hérna aðeins betur á eftir er það að þetta verða allt saman greiðslu sem við greiðum til sveitarfélaga og sveitarfélögin muni síðan greiða þjónustuaðilum eða verktökum fyrir þessa þjónustu eða sinna þessu sjálf ef að þau kjósa að gera það. Og ég ætla að víkja hérna aðeins núna að svona heildarmyndinni. Hérna sjáum við hvernig þetta er útfært eða svona eitt dæmi það. Og ef við horfum hérna á þessa mynd, að þá á græni flöturinn að tákna sveitarfélag. Við skulum ímynda okkur að það sé einhvers staðar út á landi. Og þá gerum við ráð fyrir því að það er ekinn, sem sagt, þetta er þá einhvers konar heimasöfnun sem þarna erum að ræða, að það er ekinn einhver söfnunarhringur. Og í lok dags
þá úrgangurinn fluttur á meðhöndlunarstöð af því ég sagði að þetta væri einhvers staðar út á landi. Ég sé þar sem væri gerð síðan krafum það að úrgangurinn væri fluttur frá þessu svæði og yfir á þann stað þar sem hann verður endanlega meðhöndlaður, að þá hefur við skilgreint svona meðhöndlunarstaði sem að í raun og veru felast kannski í grunninn og geta auðvitað verið meiri starfsemi á sumum stöðum í því bara að tryggja það að flutningurinn frá meðhöndlunarstaðnum til þjónustuaðalans þar sem að úrgangurinn verður endanlega meðhöndlaður áður en hann fer til ráðstöfunar, að hann verði hagkvæmari, menn flytji sem sagt meira magn í einu. Og þessi flutningur þarna, þessi sverabrúnalína, hún í raun og veru táknar þá svona þessa flutningsjöfnun milli landsvæða eins og við erum að tala um núna, svona landshorna flutningur getur við sagt. Þessir þjónustuaðilar sem ef við ímyndum okkur þá núna í þessu tilviki að þjónustuaðili sé að gera þetta fyrir sveitafélag, svo getur sveitafélagið verið þjónustuaðili. Við heyrum það að það kallað eftir því að skýra mjög þær reglur sem myndi gilda það ef að sveitafélag vill sinna þessu starfi sjálft og við verðum auðvitað við því. Að þá skilar þessi þjónustuaðili skilagrein til Úrvinnslusjóðs þessa söfnun. Og við erum búin að búa til þarna nýjar upprunna merkingar. Nú ekki nóg að bara segja S eins og þeir sem að þekkja skilagreinar fyrir sveitafélög. Nú þurfum við að vita efnið að koma úr heimatunnu, efnið að koma úr grenndargámi eða að koma á söfnunarstöð. Og og svo auðvitað fylgir með póstnúmeri sem segir hvar á landinu þessi viðkomandi söfnun á sér stað. Þessar skilagreinar gerum við ráð fyrir og óskum eftir því að þjónustuaðilar skili reglulega, ekki sjaldnar en einu sinni í mánuði til Úrvinnslusjóðs. Og það lítið breytt form nema bara það eru meiri sundurliðun krafist af efninu. Þessar skilagreinar fara inn í gagnagrunnin hjá okkur og við munum síðan varpa þeim yfir á netið eða yfir á vefinn okkar þar sem að sveitafélög geta haft aðgang að og þau geta þá séð á hverjum tíma söfnunina, hver safnaði, hvaða úrgangstegund að ræða, í hvaða póstnúmerum og hver upprunnin og þau geta líka séð þá hvað Úrvinnslusjóður mun greiða fyrir í samræmi við þá gjaldskrá sem ég var aðeins að sýna ykkur dæmi þarna áðan, þannig að þau fá góða sýn á það hvernig þetta lítur allt saman út og við gerum síðan ráð fyrir því. Það auðvitað á kannski eftir að taka endanlega ákvörðun það en eins og við höfum horft á þetta kannski á 3 ára fresti, á 3 mánaða fresti að þá verði framkvæmt uppgjör við sveitafélögin. Þá fari greiðslubeiðni til Fjársýslunnar en Fjársýslan sér allar greiðslur Úrvinnslusjóðs og í raun það verið í bókhaldsþjónustu það líka, greiðslu og bókhaldsþjónustu og þaðan fari síðan greiðsla til sveitarfélagsins. Það getur vel verið að þetta muni svona í tímans rás breytast eitthvað en þetta svona það verkferli sem við erum að sjá fyrir okkur. Það síðan þannig að svo erum við bara komin á sama stað og við erum í dag í raun og veru að þjónustuaðilinn hann meðhöndlar úrganginn og kemur honum í ráðstöfun og skilar okkur síðan þá ráðstöfunarskilagrein sem að við greiðum þá fyrir endurgjaldið fyrir. Þannig að það sem við erum búin að gera núna og við undirbyggum núna í sumar að þessi eiginlega flutningsjöfnun ykkar, hún í raun og veru orðnar 2 tölur. Það annars vegar söfnunarhlutin, svona þessi söfnunarhringi sem menn eru eknir víðsvegar landið til að safna úrgangi og geta verið mislangir og misstýrir og síðan þá flutningur frá þessum stað yfir á þann stað þar sem að úrgangurinn verður meðhöndlaður. Ef að þetta græna væri til dæmis höfuðborgarsvæðið þá væri þessi meðhöndlunarstaður náttúrulega ekki til, þá væri þetta bara beint til í aðstöðu þjónustuaðila og það sama ætti við með Akureyri og fleiri stöðum. Þannig að svona sjáum við þetta fyrirkomulag fyrir okkur. Síðan vék ég að því áðan að í pappatunnur að þar safnað ekki bara pappaumbúðum, tunnur fyrir pappa, ég var nú leiðréttur með þetta starfsfólkinu hjá mér, þetta eru ekki tunnur úr pappa, þetta eru tunnur fyrir pappa,
að þar gæti verið safnað öðru efni heldur en bara sem tilheyrir úrvinnslusjóði. Við munum nálgast þetta með því að gera úrtaksmælingar núna. Við erum þegar búin að gera það í Reykjanesbæ og Gunnar Bragason hefur skipulagt það fyrir okkur og við ætlum að gera það á fleiri stöðum þar sem við ætlum að kanna það hver skiptingin er milli pappaumbúða sem tilheyrir úrvinnslusjóði og svo þá annara pappisvara sem falla ekki undir úrvinnslugjald og greiðslan þá fyrir slíkar tunnur þá auðvitað bara fyrir það hlutfall sem að tilheyrir okkur. Niðurstaðan í Reykjanesbæ, ef ég man rétt, að þegar þú skoðaði pappatunnuna, að þá var einskorðaði við bara pappan, tókst ekki með annað sem flaut með og það auðvitað verður dálítið vandamál að það getur flotið þarna ýmislegt með sem ekki á að vera í tunnunni. En ef við skoðum bara pappan og annan pappír, að þá var hlutfall pappaumbúðanna 75% og 25% sem sagt fyrir annan pappír sem ekki tilheyrir okkur, dagblöð og þess háttar. Og heildarmagni þá úr tunnunni þá fengi sveitarfélagið aðeins greitt fyrir þá 75% af heildarmagninu. En þetta þurfum við að skoða svolítið betur og þurfum að finna út úr því hvernig þetta verður allt saman meðhöndlað. Og svo eru auðvitað spurningar hvernig verður tekið á þessu öðru sem að kemur til með að fljóta með í þessari söfnun. Við þurfum að ræða það frekar og það kemur eins og ég sagði áðan skýrt fram hjá sveitarfélögunum að þau vilja gera það auðvelt fyrir sveitarfélögin að sjá þetta sjálf og fá þá bara greiðsluna fyrir sína verkþætti beint og vera ekki með þjónustuaðila þarna á milli. Þannig að svona þetta fyrirkomulag hugsað. Ef við lítum síðan á, og ég ætla svo sem ekki að telja upp allar þessar tölur, ég tók hérna svona sýnisort til þess að reyna að gera ykkur aðeins grein fyrir því hvaða tölur að ræða. Þið sjáu þarna að ég tek þarna heimasöfnun fyrir pappa og plast á hinum ýmsu landsvæðum og síðan má benda þarna á að á nokkrum stöðum þegar verið að safna plasti og pappa í sömu tunnuna. Í raun og veru fellur það ekki undir þessar kröfur sérstaka söfnun þar sem að þetta á að vera aðskilið. En það samt ákveðið hjá stjórn að viðurkenna þetta allavega sinn að svona söfnun gæti verið að ræða og það var þá tekin ákvörðun það að greiðslan fyrir svona samsöfnun, ef svo má orðið komast, væri 50% að meðaltali greiðslu pappa og plasts. Það er auðvitað bara ákvörðun sem tekin til þess að leysa það og tryggja það að við höldum áfram því verki sem við erum að núna þó að mér finnst ráðuneytið vera býsna skýrt á því úr því að búið að setja þessar kröfur þessa aðskildu söfnun og þá eigi að fara eftir því. Það verði meginreglan og undantekningar sem fæstar. Síðan tók ég annað dæmi þar sem við skoðum mismunandi uppruna, heimasöfnun, grenndargáma og söfnunarstöða fyrir pappa og plast og gerði það á höfuðborgarsvæðinu og þið sjáu það að það auðvitað sem kemur ykkur ekki á óvart að það verulega hærri kostnaður ef við horfum til dæmis á pappan við heimasöfnununa heldur en grenndargámasöfnununa. Og við höfum trú á því, væntanlega, að heimasöfnunin skili okkur betri árangri, meiri söfnun og kannski betra efni, ég veit það ekki, og þess vegna sé borgandi meira fyrir það. Ég held að það sé í raun og veru þessi grunnhugmynd sem gengur út á það að fara þessa dýrari leiðir við að gera þetta. Síðan tók ég hérna líka dæmi fyrir þessi mismunandi landsvæði fyrir grenndargám, því að þar getum við sýnt hina vöruflokkana, gler og málma og þið sjáu það að það eru svona dálítið mismunandi tölur sem þar eru á ferðinni. En við munum núna í framhaldinu setja þessar tölur allar saman á vefinn og ég hef hugað því vegna þess að í undirbúningunum þá voru skrifuð nokkur minnisblöð í kringum kostnaðinn við þetta, þar sem að forsendur eru raktar svona með svipuðum hætti og ég gerði hérna í dæminu sem ég sýndi þarna fyrst, kannski með ítarlegri hætti
að við munum setja það þarna inn líka þannig að aðilar sem að vilja geta sett sér aðeins inn í það hvaða forsendur liggja að baki. Það annað sem er líka vert að minnast á og hann Magnús kom inn á í ræðu sinni að það er búið að ákveða það og að setja á fót starfshóp. Við þurfum kannski að ræða það aðeins nákvæmlega hvernig verkefnin verða skilgreind en þessi starfshópur verði myndaður með fulltrúum frá sveitarfélagi, úrvinnslusjóði, framleiðendum sem að greiða brúsann og síðan fulltrúum fyrirtækjana, þjónustuaðilana hjá okkur, svona sem að rýnir þessi mál og skoðar aðeins það hvernig okkur hefur tekist að nálgast raunveruleikann með þessum greiðslum. Því að þetta auðvitað svona tilraun okkar til þess að búa til líkan eða módel af raunverulegum kostnaði sveitarfélaga við þessar aðgerðir og slíkur starfshópur yrði síðan stjórn til ráðuneytis þá frekari þróun á þessari vinnu allri saman og þar auðvitað allt undir bæði upphæðir og svo verklag og þar fram eftir göttunum. En við dveljum nú kannski ekki lengur við þetta. Það kom fram hjá henni Gunnlaugu að ökutæki eru líka til skoðunar. Þar við núna komið með 2 gjöld eins og hún minntist á, það þetta gamla skilagjald og það á að standa aðeins undir kostnaði við meðferð umsýslu skilagjaldsins og greiðslu skilagjaldsins. En eins og einhver ykkar kannski vita, og flest sennilega, að þá erum við líka að greiða fyrir hreinsun á ökutækjunum og hafa tekið af þessu gjaldi. Það mun núna færast yfir á þetta gjald sem á að innheimta við nýskráningu ökutækjana. Og þarna svona til upplýsingar, en það var nú framkomið áður 15.000 krónur gjald á ökutæki án orkugjafa. Það sem að bætist við og við þurfum nú að skoða líka kannski, það verður líka til skoðunar hvaða kröfur verða gerðar hreinsun á ökutækjunum. Við vitum það að við erum að taka núna olíur úr og rafgeyma og svo fara þá hjólbarðarnir auðvitað undan líka og kannski fleira, en núna bætist þá við rafdrifnu ökutækin þá drifrafgeymar og það svolítið flóknara mál. Og það sem við sjáum fyrir okkur er það að við búum til svona keðju, þjónustuaðilar, ráðstöfunaraðilar, þar sem ráðstöfunaraðilar verða brotamálsfyrirtæki og menn stimpli sig raunverulega inn í þetta kerfi eða ökutækin stimpla sig inn í þetta kerfi leið að þau eru afskrá til úrvinnslu og fá skilagjaldi greitt. Við erum að hugsa það vegna þess að það þarf svona dálítið aðdraganda að þessu máli að við munum keyra núverandi kerfi bara óbreytt allavega fyrsta hálfa árið. Það eru fjárfestingar í farvatninu hjá brotamálsfyrirtækjum til þess að geta staðið við það að geta gert grein fyrir ráðstöfun úrgangsins. Því eins og framkom hjá henni Gunnlaugu varðandi það að geta rakið úrganginn og staðfest það að rétt ráðstöfun eigi sér stað varðandi plastumbúðirnar, það mun eiga við ökutækin líka. Og við þurfum bara að tryggja það að við getum síðan þegar fram í sækir tryggt það en sem sagt fyrsta hálfa árið þá verður þetta óbreytt fyrirkomulag og mat á endanlegri ráðstöfun verður eins og með svipuðum hætti og það í dag en það mat á endanlegri ráðstöfun á hendi Umhverfisstofnunar í augnablikinu. Þannig að ég hef svo sem ekki meira þetta að segja, þetta mun nú svo skýrast eftir því sem líður á árið. Ég hef eina glæru líka og það verkefni sem svona varla farið að ræða í sjóðunum. Það fyrst þarna í græna reitnum að það skilgreining á því hvað við erum að tala þegar við erum að tala einnota plastvörur. Þetta svokölluð SUP-tilskipun og þar inni eru veiðarfærin reynda líka, ef ég man rétt. En ef við skiptum þessu í tvennt, það því að verkefnin eru hjá okkur í aðalatriðum tvískipt, þá þetta söfnun úr ruslabyggðum og víðavangi.
og í lögunum stendur að þessi söfnun eigi að vera skipulögð af opinberum yfirvöldum. Nákvæmlega hver þau eru veit ég ekki, en ég veit allavega að sveitarfélögin munu skipa þarna mjög stóran sess í þessari skipulagningu. Við höfum aðeins verið að reyna að átta okkur á umfangi málsins. Það hafa verið gerðar ýmsar kannanir og það benda til þess að við erum að tala um svona 10 pluss einhvað kíló á íbúa sem það sem þeir kalla svona littering og kannski það sem að lenda í ruslabyggðum. Í könnun einni sem við skoðum þarna fyrir Austurríki, það kemur fram að þetta rusl, þessi 10 kíló á íbúa, skiptist nokkuð jafnt á milli þessara flokka sem eru taldir upp þarna, þessara flokka þarna fyrir ofan. Og er 10% af þessar tilteknu einnota plastur eru 10% af þessu magni þarna fyrir ofan og hjá þeim skiptist það nokkuð jafnt í einnota plastflöskur sem við erum núna með skilagjaldi og svo aðrar þá einnota vörur sem myndi falla undir úrvinnslusjóð. Ef við værum að yfirfæra þetta bara til þess að búa til stærðargráðu á máli yfir á Ísland, að þá erum við að tala um þá hálft kíló, stærðargráðin hálft kíló á íbúa, eða við erum að tala um þarna einhvern vanda upp á 180 tonn. Það sem við erum að skoða og það hvort að við getum ekki nota bara sama módel, sömu lyfjamixtúruna á allt og við myndum gera þetta með svipuðum hætti. Það er að segja að Úrvinnslusjóður myndi byggja greiðslur fyrir söfnun úr rislabyggðum og víðavangi á skilagreinum söfnun. Þannig að sveitarfélög eða einhverjir verktakar sem eru að annast þetta fyrir hönd sveitarfélaginu myndu skila skilagreinum úrganginn sem þeir eru að safna þá með póstnúmerum og öllu því sem við myndum gera kröfur og síðan kæmu þá greiðslur sem á eftir að ákveða hver að verða leið og það liggja fyrir staðfestingar á ráðstöfun á þessum úrgangi. Þarna þurfum við kannski líka að gera einhverjar úrtakskannanir því þið sjáið það að þessu rusli sem menn eru að tína úr þessum byggðum og jafnvel meðfram vegum og hingað og þangað, að þá ekki nema 10% svona sem falla undir þessa skilgreiningu. Þannig að við þurfum væntanlega að vera með síðan einhver slík hlutföll. Við þurfum að gera þetta einhvern veginn svona einfalt allavega í byrjun þannig að verkefni verði viðráðanlegt, þannig að við getum hafist handa. Þarna eru líka ákvæði fræðslu og forvarnarstörf svona sem að falla beint að því sem að við erum sem fellur beint að þessari framleiðenda ábyrgð. Það í gangi núna stefnumótun og samræming á fræðslu og forvarnarstarfi á vegum Umhverfisstofnunar sem gegnir, ef þið horfið á þess svona þennan fræðslubálk, að þá gegnir Umhverfisstofnun mjög mikilvægu hlutverki í að leiða saman aðila og svona framkvæma ákveðna fara í stefnumótun og samræma upplýsingagjöf og það hafin vinna hjá Umhverfisstofnun í samstarfi við sveitarfélög, Úrvinnslusjóð, Endurvinnsluna og fleiri aðila að vinna þetta. Við munum síðan byggja okkar fræðslu og upplýsingastarfi í raun og veru á þessum grunni. Þetta ekki ágætis staður til þess að setja punkt. Ég þakka ykkur fyrir en ég vil bara minna á það að þó að þetta hafi verið mikil vinna á þessu ári þá sjáum við strax á því sem við höfum talað hér að það líka mikil vinna framundan, ekki bara hjá sveitarfélögunum við að skipuleggja þessa söfnun og hrinda henni allri í framkvæmd, heldur líka bara það að svona innleiða þessar greiðslur okkar fyrir þessa þjónustu og ég kem þá aftur að, ef ég næ að bakka, þeir eru búin að hlusta ótrúlega margar glærur. Hérna fyrstu myndinni, þessari hringrás hérna, það er að segja að við þurfum að útfæra og þetta orðið býsna flókið mál, hvernig við komum þessum greiðslum til þjónustuaðila og sveitarfélaga og tryggja það að módeli sem við erum að byggja á líkani sem við erum í raun og veru að búa til kostnað þessara aðila við að safna meðhöndla og koma til endurvinnslu, að það svona sé í nokkuð góðri sátt og í eins góðu samræmi við raunveruleikann eins og hægt En auðvitað eru þetta allt einhver svona meðaltöl. Ég þakka ykkur fyrir.
við lifum í þjóðfélagi í einhverjum meðaltölum held ég á öllum sviðum, sko. En þannig að það voru svona mín síðustu orði í þessu og við bara vonum að við eigum eftir að eiga gott samstarf við þessa helstu hagaðila sem að málinu koma. Við erum opin fyrir athugasemdum og ábendingum það sem betur má fara og þannig held ég við þurfum bara að rekja okkur áfram því að þetta eitt stórt risavaxið þróunarverkefni í raun og veru sem við erum að takast á við núna og við verðum að nálgast það með því hugarfari. Það engin, við getum hvergi flett upp í einhverju bók eða hjá Google það hvernig við erum að gera þessa hluti. Við erum að svona teikna þetta upp dálítið sjálf og við þurfum svo bara að laga það að þeim aðstæðum sem þegar við lærum betur á þær aðstæður sem við búum við. Takk fyrir. Kæra þakkir Ólafur fyrir frekari yfirferð. Þá voru kannski komin bara síðasta dagskrárliður sem umræður og þið sem eruð í streymi að þið getið sendt bara spurningar á póstfang hjá Úrvinnslusjóði en þið getið komið spurningar hérna. Ég með mikrofón sem að getur gengið hérna á milli. Halló. Já, halló. Ég heiti Jón Steingrímsson, framkvæmdastjóri Terra efnaeyðingar og ég hef dálítið áhuga á að spyrja út í drifrafhlöður og því að það hefur lengi staðið til að koma einhverju lagi á þá söfnun og það sem framundan auðvitað við öll orkuskiptin og fyrsta lagi það kannski að vita hvenær von á að það verði álagt úrvinnslugjald á drifrafhlöður. Mér fannst það ekki koma fram, en kannski bara tók ég ekki nógu vel eftir. Og í öðru lagi þá hjó ég eftir því að það gert ráð fyrir að það verði 20 krónur á kíló pluss 500 krónur á tæki og samkvæmt vinnireynslu þá það langt í frá að endurspegla kostnaðinn við að endurvinna drifrafhlöður í dag, þess að algengustu tegund sem lithium-rafgeymar. Þannig að það vekur upp kannski þriðju spurninguna hvort að það sé verið að hugsa þetta sem svona gegnumstreymiskerfi, þannig að innkoman sé bara næg til að fjármagna útgjöld á hverjum tíma eða hvað? Þú ætlar að taka þetta strax eða bara að safna fleiri spurningum með það? Já, ég verð ekki að fara þangað. Jú, ég held að. Já, þakka þér fyrir, góðar og gildar spurningar. Það verið að leggja á drifrafhlöður eins og þú svo sem orðaðar það líka til þess að 20 krónur og það var fyrsta spurningin. Það gert ráð fyrir því núna. Þannig að það svarið. Það alveg rétt að kostnaður við drifrafhlöður miklu meira heldur en 20 krónur sinnum kílóin af drifrafhlöðum. Við ætlum okkur ekki að byggja upp þarna því að þessar drifrafhlöður sem hafa verið að skila sér eru kannski fyrst og fremst einhverjar svona gallafurur sem verður bara ábyrgð framleiðanda. En við munum svona hægt á næstu árum fara að sjá aukin þunga í þessum drifrafhlöðum og þá munum við þurfa að hækka þetta gjald til þess að standa undir því magni. Þannig að þetta eins og aðrir vöruflokkar hjá okkur svona gegnumstreymissjóður og því ég held að það sé bara varla réttlætanlegt að fara að leggja núna á þessar rafgeyma sem að koma til landsins það gjald sem þyrfti til þess að standa undir hverjum rafgeymi fyrir sig og safna upp feikilega stórum sjóði og svona hamla þá kannski þessara rafbílavæðingu. Þannig að það hugsunin. Við munum núna, það verður bara
fyrsta verkefni fyrsta stjórnarfundar núna eftir áramótin að taka ákvörðun þessar greiðslur sem við munum hafa. Við létum gera ákveðna úttekt á kostnaði við rafhlöður, svona almennt, sérstaklega drifrafhlöður. Fengum verkfræðistofu til að gera það, þannig að við erum svona tilbúin með þessar forsendur fyrir það. Það er eitt, þannig að þetta fellur bara við rafhlöðusjóðinn. Síðan er líka kostnaði við að ná drifrafhlöðum úr ökutækinu, sérstaklega þessar stóru drifrafhlöður, og það er reiknað inn í þetta 15.000 kr. gjald, úrvinnslugjald sem er á ökutækin. Við þurfum svona að púsla því öllu saman, sérstaklega núna fyrsta hálfa árið þar til að við erum komið með eiginlegt svona kerfi í kringum það allt saman. En þá verða þetta bara þá er þetta greiðslur úr nokkrum sjóðum fyrir þessa vinnu. Þetta byrjar í raun og veru 1. janúar. Þannig að rafhlöður sem falla til eftir 1. janúar, þær eru komnar inn í kerfið. Fleiri spurningar? Gjör svo vel. Það er eiginlega svona kannski íbúaspurning varðandi þessa sérstöku söfnun, það sem að gert ráð fyrir að fólk þurfa að fjölga tunnum við heimilin. Er það í stöðunni að íbúi sem segir já, ég ætla að halda áfram að flokka pappír og plast eins og ég hef gert, en ég vil bara halda áfram að skila því á endurvinnslustofum og ætla að hafna tunnunni, auka tunnunni? Já, blessunarlega þá eru við ekki kannski með þessa spurningu í fanginu. Þetta er auðvitað spurning sem margir spyrja sig og sum sveitarfélög líka. Ég veit að það eru sveitarfélög sem hafa náð ágætis árangri við söfnun á grenndarstöðum og spyrja sig hvort að þau geti haldið því áfram eða hvernig það eigi að gerast allt saman. Ég veit ekki hvort að þetta getur verið einhver ákvörðun sem hver og einn íbúi getur tekið, hafna tunnum. Er einhver hérna frá sveitarfélögunum sem getur svarað þessari spurningu? Þetta er í raun og veru lagaskylda á sveitarfélögin að koma upp þessari söfnun. Stendur það ekki að Reykjavíkurborg og eigir að taka þessar tunnur? Hvert og eitt húsnæði eða íbúð? Svo eru auðvitað í nýju lögunum sem taka gildi áramótin að þar er sérstök heimild fyrir sveitarfélög til þess að sækja undanþágu meðal annars frá sérstakri söfnun en þá að uppfylltum tilteknum skilyrðum sem að snúa því í raun og veru hver árangurinn er, og þá gerir ég ráð fyrir að sveitarfélögin þurfi þá að rökstyðja sína beiðni með vísan til gagna. Já, við höfum rætt þetta aðeins við ráðuneytið og svona eins og ég skynja vilja ráðuneytisins að þá munu þeir túlka þessar undanþáguheimildir frekar þröngt. Það er ekki rétt að koma þannig orðið, þannig að menn þurfa að hafa ríkar ástæður fyrir því að gera þetta og væntanlega geta sýnt með góðum rökum fram á það að þetta skili sama árangri. En við sáum það hérna náttúrulega áðan á þessum tölum að þessi söfnun er ódýrari en svo er þetta náttúrulega bara, eins og ég segi, menn fá þá núna til að byrja með, náttúrulega förum við að safna núna gögnum þessa söfnun eftir því hvernig hún er framkvæmd. Ef menn halda aðeins áfram með eins og Grendargámasöfnunum, þá sjáum við árangur á henni versus svona tunnusöfnun. Kannski skýrt bara rétt að það komi fram að þessi undanþága, úrvinnslusjóður hefur ekkert með þessu undanþáguheimild að gera. Þetta er mál sem að sveitarfélögin með að eiga við ráðuneytið. Stefán Gjörsson. Takk fyrir það. Eru fleiri spurningar? Það er einn hérna.
Já, góðu fundamenn, ég heiti Hrefna, kem frá Sorpunum Vesturlands. Mér langar að spyrja aðeins út í og bakkar aðeins þarna, Ólafur. Á þessa? Að bakka aðeins. Aftar. Ég alltaf áhuga á tölunum, eins og þarna kemur söfnunarbíll og mannskapur. Er hérna Úrvinnslusjóður búinn að samþykkja greiðslu varðandi framleiðendaábyrgð sem söfnunina sem verður þá, mun þá renna til sveitarfélagana. Er reiknireglan alveg skýr? Já, eins og ég sagði þá eru þetta auðvitað bara líkana gerð. Við erum að búa til líkan af því hvernig kostnaður verður til við sérstaka söfnun og við höfum auðvitað haft það líka að leiðarljósi að það sé ekki alltaf flókið og það getur svo sem hver sig haft svona skoðun á því hvort að rétt er reiknað eða hvort að forsendurnar sem eru gefnar séu réttar sem eru auðvitað aðalatriði. Skulum vona að við getum reiknað þetta rétt ef forsendurnar liggja fyrir. Ég held ég hafi minnst á það hérna áðan að við höfum vandað undirbúninginn nokkuð vel og Gunnar Bragason hefur reynst okkur algjör bjargvættur í því sambandi, en það þekkir málið mjög vel og hann hefur verið í sambandi við mjög marga aðila, bæði sveitarfélög eða fulltrúa sveitarfélaga og fulltrúa þjónustuaðila og þessar tölur svona virðast rýma, en hvort að þetta eru 53 eða 52 eða 55, það eru þetta örugglega eitthvað sem hægt væri að deila en það liggja fyrir ákveðnar forsendur og minnisblöð það hvernig við reiknum þetta og ég hef allavega fyrir mitt leyti hug á því að þegar við opinberum allar þessar tölur og við látum þær forsendur fylgja með, þá getur hver og einn skoða það og metið það út frá því sem hann best þekkir og kannski komið með ábendingar til okkar ef einhverjar eru og rökstutt það að þetta eigi að vera með öðrum hætti. En þetta verður ekki frekar heldur en umbúðalíkanið segir nákvæmlega til það hvaða umbúðir er verið að flytja inn í hverju tollnúmeri fyrir sig í hvert sinn, að þá eru þetta svona meðaltöl. Við erum meðaltalsfólk þegar kemur að greiðslunum hjá okkur. Og það geta örugglega verið frávik upp og niður í þessu. Og svo vekir líka athygli á því að þú skoðar þetta hérna, til dæmis þetta dæmi, að þá er uppistaðan í þessum kostnaði sem þarna er á ferðinni 320.000 krónur á dag söfnunarbíll sem keyrir Það skiptir náttúrulega lykilmáli hvort að bíllinn er að safna 5 tonnum eða 10 tonnum eða hvað það er. Þannig ef að sveitarfélögin eru búin að ná góðum árangri við að hreyfa við íbúunum þannig að þau séu að flokka vel og skila sínum úrgangi, þá er þetta svona markmiðatengt kerfi, þá eru sveitarfélögin að fá meira upp í þennan fasta kostnaði. Við lítum á þennan akstur bílsins sem fasta kostnað og tunnukostnaði líka. En ef að söfnunin er slæleg, ef að söfnunin er í raun og veru kannski bara 3 tonn hérna, þá verður greiðslan okkar, þá tekur hún mið af þessum 3 tonnum, en kostnaðurinn, hann verður auðvitað hærri. Þannig að þetta er svona, þessi galdur við sem sagt svona krónur per kílóa greiðslur og við verðum auðvitað sjá hvernig það sá leikur fer. En við höfum og sveitarfélögin hafa náttúrulega tæki sem er það að færa kostnað á milli úrgangsflokka og svo náttúrulega er það bara þessi kynning og fræðsla hvernig hún er lögð upp á hverjum stað, hversu vel menn ná til fólksins og hvernig það starf allt tekst til og eins og ég gat áðan að þá erum við búin að stofna til ákveðin samstarfs í því að gera það og ég heyrði nú hérna hjá honum Frey að það eru ákveðin prósekt í gangi líka hérna svona sem þið vilja gjarna fá okkur inn í bara til að miðla þessari fræðslu til manna. Þannig að stóru svona vafaatriðin hjá sveitarfélögunum varðandi þetta er það hvaða árangur er ég að ná í þessu sko. Við erum nánast að segja að það er ekki ásættanlegt að ná minni árangri heldur en eitthvað svona þessar viðmiðunartölur.
Þetta er meira kannski bara viðbótið það sem fram hefur komið heldur en hrein spurning. Ég er svona tæmingar sem 800 tunnur á dag. Í dreifbýli þetta talsvert færri tunnur og þá kemur aksturinn inn og annað slíkt og ég veit að sveitarfélögin bíða eftir tölum í þetta mál. Og mér langar kannski að spyrja, horft til þéttleika byggðar í útreikningu á því? Já, þetta eru nákvæmlega þær forsendur, sko, það kemur þarna fram að við höfum skipt landinu til einföldunar skiptum við í þrjú mismunandi svæði. Og þessar greiðslur eru mismunandi eftir því hvort við erum að tala höfuðborgarsvæði, annað þéttbýli og dreifbýli. Og það er vissulega það að það eru færri tunnur sem eru tæmdar, það er minna magn sem er tæmt og það er lengri akstur sem liggur á bakvið. En kannski vegur á móti að í þessari söfnun hérna, það sem á að ná 800 tunnum á dag, að þá er mikill mannskapur í bílnum, hlaupandi fram og tilbaka með að sækja tunnur og skila tunnum og tæma tunnur. Þannig að kostnaðurinn per ekinn kílómetri er miklu hærri þar heldur en í dreifbýli. Og þú sér það hérna á þessum myndum að við kannski dæljum allt og lengi við að þessar tölur eru mismunandi hérna. Þegar við skoðum heimasöfnunina, að þá eru þarna með heildargreiðslu 66 fyrir pappan, annað þéttbýli 99 og dreifbýli 189. Þannig að þarna endurspeglast þessi spurning sem þú ert að skoða. Nákvæmlega hvernig þessi hlutöll vinna saman og hvaða faktorar koma, þetta er niðurstaðan úr því. Þannig að við höfum reynt að byggja þetta þannig upp. Fleiri spurningar í lokin svona? Má ég skjóta einni? Já, skjóta vel. Það er varðandi ársskýrslurnar sem komu hér forðum og ég sakna mjög. Hefur vonað að sjá þær aftur? Já, við erum hættir að kalla þetta ársskýrslur. Við gerðum það hérna einhvern tímann og við höfum haldið okkur við það að það er á vefnum núna starfsskýrsla. Sjálfsins það sem við erum að greinum þetta alveg niður á hvern einasta vöruflokk og þar koma fram upplýsingar söfnun með svipuðum hætti og voru í ársskýrslanum í gamla daga. Þannig að þú getur farið og kíkt á þær. Og eins og hefur komið hérna fram í öllum ábendingum sem hafa komið til okkar að það er mjög skýrt að við eigum að dreifa tíðar upplýsingum gang mála og þið sjáu hérna að í þessu líkani til dæmis þessar sérstöku söfnun og þá ætlum við að setja nánast jafnóðum skilagreinar sem koma inn þessar sérstöku söfnunin á bara opið vefsvæði á vefnum okkar og við erum búin að vinna mjög markvisst í einmitt þessari stafrænu þróun til þess að gera þetta kleift. Þannig að það verður vonandi betri og tíðari aðgangur að breytingum. Hins vegar það þannig og þið sjáið það til dæmis að öll þessi markmið sem sett eru og þau eru fyrir árið og að þið skoðið svona þróunina í magntölum að þá eru það engin stórkostlegar breytingar á milli ára. Þetta er svona hægur sígandi í þessum söfnum. En við auðvitað eigum von á því núna og eiginlega bara nánast gerum kröfum það í ljósi þessa kostnaðar sem ég er að sýna ykkur hér. Kostnaðaraukningar á milli ára yfir til 2023 að við sjáum það verulega í magni á til dæmis umbúðum milli ára. Til þess er leikurinn gerður. Þá held ég séu bara kannski komin að lokum bara hér í dag. Þakka fyrir góð ávarp. Já, góða kynningar og góða umræðu líka. Og ég ætla bara að leyfa Magnúsi Jóhannessyni, formanni stjórnar, að kannski bara slíta svolítið deginum og fundinum. Gjörðu svo vel. Takk Stefán og ég vil nú bara hér í lokin, ég ætla ekki að lengja fundin mikið, bara þakka ykkur fyrir mætinguna hérna og vil þakka sérstaklega starfsmönnum Úrvinnslusjóðs fyrir að hafa undirbúið þennan góða fund með okkur og Gunnhildi og Ólafi fyrir mjög ítarlegar kynningar á stöðunni
Ég vil segja sjálfur, við erum að hefja ferðalag. Við vitum hvert við ætlum, en við erum ekki alveg kláraði hvernig við ætlum að fara þangað. Það er margt sem er eins og hér hefur komið fram. Það er margt sem er ennþá óklárt hvernig við ætlum að gera hlutina. En ég segi oft, góðir hlutir gerast hægt. Það hefur komið hérna fram að þessi sérstaka söfnun er svona verkefni sem við erum auðvitað ekki alveg klára á hver raunkostnaðurinn verður. En eins og ég sagði hér í upphafi, við munum vakta það mjög vel fyrstu mánuðina og ef ástæða er til og ef þörf er á, þá munum við stilla það á við raunkostnað. Svo að enn og aftur, þá vil ég bara leið og ég segi þessum ársfundi slitið, þá vil ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna og þið hinn sem hafið verið í fjarlægð og hlýtt á þetta. Ég vona þetta hafi verið gagnlegt fyrir ykkur líka og eins og Stefán fundarstjóri sagði hér áðan, ef þið hafið einhverjar spurningar sem ykkur liggur á hjarta varðandi þetta mál sem við erum að ræða hérna, þá sendið þið það á netfang Úrvinnslusjóðs og þá veit ég að starfsfólki þar mun svara ykkur mjög fljótlega. Takk kærlega fyrir, fundi slitið.